velkomin að Rauða borðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall. Þá fáum við einhvern gest til okkar sem að leyfir okkur að kynnast sér og við náum kannski að spegla okkur aðeins í viðkomandi. Og hingað komið Daniel Magnússon, myndlistarmaður, smiður, nei, handlaginn. Já, segjum það bara. Já. Það er miklu betra. Þú ert handlaginn, ekki? Ég hef alltaf smíðað. Alveg bara frá því ég var smástrákur. Bara frá því ég var bara 11-12 ára. Ég leysti sko öll svona mál heima hjá mér. Ég kem að stóru fjölskyldu, mörg systkini og pabbi okkar var ekki duglegur heima að laga. Mamma kom eins og sagði við hann sko, ég er búin að laga allt hér á heimilinu með buffhamri. Og skömmu seinna fékk ég gefins svona verkfærasett til þess að laga fyrir hann, það sem hann nefndi ekki að laga. Og síðan þá hef ég bara verið að smíða svona það sem að sko ég er myndlistarmaður, en ég sko ég tók þá ákvörðun að ég ætlaði ekkert að stóla á neina styrki, starfslaun sem margir gera. Fá starfslaun til þess að framfleyta sér. Ég var ekkert, sko, ég sótti eitthvað, ég fekk eitthvað 3 skipti eitthvað svoleiðis, sko, og ég vissi það bara að maður yrði að vera með eitthvað aðra lausn á því að fjármagna sig. Þannig að ég keypti mjög snemma hluti í trésmíðaverkstæði, ég átti smá pening eftir sjómennsku og keypti mig inn á verkstæði og átti þó bara þess að 1/7 í rekstrinum, skilurðu. Reksturinn var náttúrulega bara aðstæða fyrir þig. Það var ekki svo verkstæði væri sjálft að taka verk eða hvað? Já, sko, það er ekki samlag. Ég gat verið í sko alls konar vinnu, smíða glugga og verið bara, ég fór í það, smíða innréttingar og svona bara allt sem þurfti, sko. En svo fór ég í það, svo náttúrulega komu tímabil þar sem var ekkert að gera, bara hrun. Þá fór ég í það að smíða húsgögn, stóla. Það byrjaði bara lítið, sko. Byrjaði bara svona 1-2 stólar, sko. Og svo allt í einu bara var ég farin að geta rekið minn hluta af verkstæðisrekstrinum og sjálfa mig á þessari litlu smíði. Og þurfti ekki að stóla þetta á að vera vinna hjá öðrum. Sko, ég var oft, sko, þegar ég var að vinna fyrstu árin sem myndlistarmaður, þá var ég í svona leikmyndum og svona, svo margir myndlistarmenn fara í og það er svona óekta smíði fyrst mér. Vegna þess að hún er léleg, þetta er ekki ætlast til þess að endast, menn það? Já, þetta er svona sko, þú býr til slökkvar úr gamlu sígarettupakka, og þetta höfða ekki til mín, og þetta er óekta og ég var alltaf svona leita að leið til að komast út úr þessu öllu saman og líka verið ekki rekin. Ég var ofta rekin, skilurðu, ég mætti illa og svona og allt sem fylgir því, sko. Þannig að þegar ég fór að gera þessar stólar, sko, þá líka vissi ég það að ég yrði náttúrulega spurður út í þetta af kollegum mínum. Hvað ertu að gera? Þú ert ekki hönnuður. Það er alls ekki hönnuður. Alls ekki. Og hvað meinar af hverju verður að finna að þessu? Já, þetta þú verður að halda framhjá listinni með hönnuninni? Kannski ekki halda framhjá, ekki alveg. Ég myndi ekki segja það, ég myndi frekar segja bara að þetta væri sko að það væri, sko þá var það allavega þannig að það var sko að myndlistamenn áttu bara sína myndlist, en hins vegar sko er ég á því að þetta kemur myndlistinni við, sko umhverfi okkar kemur myndlistinni við og maður getur ekki alveg sagt sko að þetta skipti ekki máli eða sé ekki sko tengt manni. Var gagnrýnin svo ef að þú færir í því hannastóla þá ertu að hanna til þess að selja inn í hinn almenna smekk, að þá myndi það fegurðarskinn sem að þú kemur upp þarna við að þjóna hinnum almenna smekk, það læðist inn í myndlistina þína. Og allt inni verður hún svona svolítið aðeins og fín eitthvað. Já, þetta eru margir þættir sagði til, sko, en þetta er púritanismi. Þú kemst þegar þú kemur náttúrulega inn í myndlistina þegar fegurðin er eiginlega skammaryrði, eða ekki? Hvað séu þið, fyrirgeðu? Þegar þú kemur inn í myndlistina þegar fegurð er eiginlega skammaryrði. Já, hún er ennþá. Fegurð er ennþá skammaryrði, sko. Já, hún er hins vegar er bannað að segja eitthvað sem ljótt.
skilur, þú getur ekki kritisera eitthvað að segja bara eitthvað sem ljótt, skilur, en það er ekki það með sagt að þú meir ekki segja eitthvað sem fallegt og sko fallið þýðir raunverulega bara seljanlegt í gamalli íslensku, ekki satt? Fallegt. Já, og og sko ég hef aldrei verið neitt big seller sko í myndlist, ég sel svona eitthvað á hverju ári og svona hefur aðeins aukist. Þú ert big seller í stólum? Ekkert rosalega, en allavega nóg til þess að framfleyta mér og geta rekið verkstæði, skilurðu, það verður náttúrulega að ganga upp. Ég gat borgað húsalegu og ég gat keypt mat og rekið bíl og svona, en þetta var aldrei neitt, svo var ég náttúrulega inn á milli líka í öðrum störfum, skilurðu, að smíða fyrir aðra og svona. En þessi stólar, þetta byrjaði ekki bara einum barstól, en núna ertu komin eiginlega með svona línu. Marga stóla. Ég er hættur frá þetta, ég gafst upp, í COVID fór með þetta. Akkurru. Það var ekkert að gera, það var 0,0, ekki neitt að gera. Akkurru, það er ekki fólk stóla í COVID? Eða varst að selja þetta meira inn á svona veitingastæði? Nei, fólk var að koma á verkstæði að því að ég hafði það þannig að fólk gat haft samband og sagt við höfum áhuga að kaupa stólaðir og svona og þá sagði ég bara komið á verkstæðið og skoðið og það kom enginn, og það var bara ekkert að gera en veistu það, ég var þegar ég tókst ákvörðin, ég var ákveðin í því að þetta yrði að breyta, þetta var orðin þungur rekstur á þessu. Við erum búin að metta þetta dálítið, þetta eru bara servitringar sem kaupa þetta og þá bara tók ég ákvörðin, það verður einhver breyting að verða þannig að þetta gangi upp hjá mér og ég bara einn morgun ég var búin að hanga þarna á verkstæðinu og ekkert að gera og svona og þá bara ákveði ég nú bara hætti ég með aðra vinnu líka, ég kenni starffræði. Ég var alltaf gert það, ég er búin að gera það í rúm 40 ár, kenna stuðningskennslu í starffræði og Þannig að þú ert að kenna þeim sem get ekki lært starffræði? Já. Hvernig gengur það? Ég er tossakvíslari. Ég geti reyndar tossabekk starffræði þegar ég var 12-13 ára. Og hvar? Það var í Vogaskóla, það voru rekin 4 úr starffræði. 3 fyrir óþekkt og ég fyrir svona gorgir af því að ég var alltaf að stríða kennarann en hann rak okkur öll og umsjónarkennarinn okkar samdi við mig að ég myndi bara kenna þeim í staðinn alltaf þegar það var starffræðitími þá færu við innir í kjallara og ég kendi þeim starffræði þannig að ég var í þessu starfi þegar ég var 13 ára. Já, þetta er góð starf og ég hef alltaf átt auðvelt með þetta. Starffræði? Það sumir eiga bara ekki auðvelt með starffræði. Það er eins og þetta sé bara er það ekki? Er ekki stundum eins og sért eiginlega útskýra? Það er ekki þannig, það er oftast þetta ranghugmyndir. Ég get alveg sagt þér bara í stuttumáli er það þannig að krakki sem á í erfiðleikum með starffræði að hugmyndir hans starffræði eru margfalt flóknari en starffræðinni sjálf. Þú þarft að vefja ofan að því til þess að sýna þeim að þetta er einfaldara. Þetta er ótti. Og ég er með kenningu þetta sé það sem kallað er word of mouth sem er þessi auglýsingaherferð sem við þekkjum báðir það sem auglýsir allt tónlist, bíómyndir allt það er hvað aðrir segja og til dæmis danskan hefur farið illa út úr því að Íslendingar læra dönsku bara því að það er bara ekki vinsælt. Já. Það ekki svipað á starffræðin að það er bara word of mouth segir að danskan sé eiginlega ómögulegt tunga. Já, og Danir vondir. Já, og enginn lærir þetta neinni áfyrkju. Já, ég átti ömmu sem var fædd inn í Konungsríkið 1900 fæðist hún og hún talaði reiprennandi dönsku og las og hún tók það ekki annað í mál en við læriðum dönsku. Það var lært danska heima á mér. Ég gerði allavega og eftir að hafa verið skammar af ömmu en þetta með starffræðina er þannig að krakkar þau hlusta á aðra krakka og svo taka þau við þessari draugasögu þetta er svo draugasaga skilurðu og þau mikla þetta fyrir sér og svo þarftu bara til þess að ná árangri þarftu bara að góður í að hlusta vel á þau, hvað eru að segja hvaða hugmyndir eru þau með og síðan bara fara rólega í það að láta þau prófa að gera eitthvað þangað til að byrja að ná árangri og þá breytist allt.
En nær þú árangri, getur þú tekið krakka sem fær 2 í stærðfræði og koma upp í 6? Sem fá 0 í stærðfræði, já. Upp í 6? Já, í 6, 7. Ég get það. Aðeins spyrja meira stærðfræðina, því að ég teki eftir í bara hjá mínum krökkum og svona, því að stærðfræði svolítið breytt. Sumir eru til dæmis bara eiga mjög auðvelt með allt sem svona rúmfræði og það er þetta útskýra hluti með því að teikna á blað, svona stærðir og eitthvað svona, en svo þegar kemur það meiri svona abstrakt stærðfræði þá eru þau alveg blind, sko. Þannig að það er eins og sé mismunandi stærðfræði blinda. Hún á ekki við alla stærðfræði, eða hvað? Já, við í menntakerfinu á Íslandi og í öllum löndum eiginlega, þá er lögð áhersla á að kenna krökkum algebru. Ég veit ekki alveg hvað að tala abstrakt stærðfræði, sko. Algebra er ekki beint abstrakt. En þetta er rúmfræði. Við kennum abelian rúmfræði, abelianíska rúmfræði. Þannig að við gerum það alveg upp í háskóla og upp úr háskólum. Þú lærir aðeins meira þú fer í stærðfræði, en þú ert alltaf að læra rúmfræði. Af því að rúmfræðin er svo fjölbreytt, hún getur leyst flest vandamál. Þú getur tekið rúmfræðina og klætt hana utanum peningavandamál og hún leysir það, skilurðu, eða byggja brú eða flugvél eða hvað sem er. Þannig að þessna viljum við að nemendum séu góðir í þessari fræði. Og það sem er helst að hér, það sem ég náttúrulega fylgst með þessu öllu saman, þegar ég fæ allar þessar bækur, ég sé bækur hjá nemendum og þessar blöðunga sem þeir fá, og ég get alveg sagt þér það að í flestum skólum er þetta bara í mjög slæmu ástandi út af því hvernig kennslan er. Og við lærðum báðir, þegar við fórum í skóla, þá þurftum við að læra almenn brot og margföldunatöfluna. Ég fæ dálítið á útlendu nemendum sem að þar sem foreldrarnir taka það að sér að kenna þeim margföldunatöfluna og kenna þeim sumir kenna þeim brot líka. Og þeir krakkar eru margfalt betri. Það eina sem er, ég til með krakka frá Asíu og þar læraðu þau með ekki trufla kennaran. Þannig að þau spurja aldrei grein litlu og þau kannski skilja ekki heldur alveg. Þannig að, og ég fengið þess að kenna þeim þess að sína hvað er raunlega, hvað er að fara fram, skilurðu. Og þessi krakkar eru rosalega góðir í stærðfræði og þeir hafa hvað? Jú, almennu brotin og margföldunatöfluna. Við erum búin að henda þessu út. Ég er með nemenda sem fekk vitlaust gefið athugasemd í prófi fyrir það að skrifa útkomuna sem brot. Þó að veri rétt. Og þetta er kennari sem er með gráðu úr kennaraháskólanum í kennslu framhaldsskólanema. Þannig að það er líka búið að taka stærðfræðina og breytinni í félagsfræði. Í sumum heftum, í sumum bókum, þá er hún ánum félagsfræði. Þá er verið að gera úrtaksmælingar á hinum og þessum hlutum, skilurðu, hvað heitir þetta? Tölfræðileg úrtök kannski á blokk, hvað búa margir þessar íbúð og bla bla bla, þú veist, eða láta þau gera launaseðla. Þetta er allt gott og gilt, en þetta á ekki beint að vera í stærðfræði. Það ætti að vera hinum með bara í félagsfræði og já, þetta verið félagsfræði. Lífsleikni eða áttagafræði eða hvað það heitir. Já. En þetta er þetta hinn vinnan mín. Já, þetta er vörd og máls, sagður áðan. Er það þannig að heyrðu, bara Jói, hann bara er að falla í stærðfræði og hvað getum við gert? Hringið í Daniel, er það þannig? Nei, ég er svo sem auglýs ekki neitt, Ég er bara að kenna lengi. Það er vörd og máls? Já, það er vörd og máls. Já, sem veldur því að ég fæ mína nemendur. Það er að ég næ árangri og þá eru mæður, það er vilt mæðurnar, þá fréttaðar að mér og svona og ég fæ nemendur. En auðvitað er líka tilvik það sem ég get ekki gert, því að ef að nemandi vill ekki læra, þá get ég ekki gert, skilur. En mér þykir vænt þessa vinnu að því að bæði að því að ég næ árangruðar og það er gaman að vera innan ungt fólk og hjálpa því. Það er mjög gaman að gera það. Það er mjög gefandi. Og ég hef líka verið með fullorðna menn og konur sem hafa verið að taka einhver námskeið í háskólanum og ég á með netagerðarmann einsinni, fullorðinn sem var að hjálpa. En það er allt annað að kenna ungu fólki. Það er gaman. Af því að sérstaklega
nær sambandi við þú og getur sko, að því þetta snýst allt traust, skilurðu. Þú veist að maður færi til þess að treysta sér sko, og ég nota oft aðferð sem við þekkjum reynda báðir. Ég segi þeim hvernig ég var. Ég segi þeim bara, sko, þegar ég var sko í grunnskóla, þá var ég sko tossi 2000 og ég var svo rosalegu tossi. Ég gæti ekki lært neitt nema smíði, handavinnu. Akkur ekki? Vegna þess að ég var bara ekki sérstaklega gott eintak á manni. Ég var bara mjög þvermóðskufullur og vildi ekki læra og ég setti mig upp á móti öllum kennurum og sérstaklega stærðfræðikennurum. En svo var ég orðinn 16 ára gamall þegar ég loksins læriði stærðfræði og það var hjá gömlum veðurfræðingi í Vélskóla Íslands sem kenndi okkur stærðfræði þar og hann sko, hann sagði við mig sko, þú verður að taka ákvörðun sko, að því ég fekk hjá hann 0,0 í prófi 0,0 í prófi og hann sagði, hann lét mig hafa prófblæði og sagði, þetta er afrek en allar að gera þetta aftur og ég sagði, ég veit það ekki. Já, þú veist það ekki. Já, þú verður að gera betur en þetta. Þá verður bara að fara heim í dag og hugsa málið og svara mér á morgun hvort þú allar að gera þetta aftur, því að þá get ég bara sparaði tíma og þú bara tekur töskunni inn og kemur ekkert aftur inn í skólan. Og ég hugsaði þetta, ég var sko, að því að ég yrði að breyta þessu. Og svo daginn eftir, sko, það var alltaf starffræði í svona skóla, sko, endurlega starffræði og þá kom hann til mín, gamli maðurinn og spurði mig, jæja, allar, hvað, ertu búin að taka ákvörðun? Og ég sagði, 16 ára gamall sagði ég, já, að því mér fannst að vera rétt að svarið. Þá sagði hann, nefnilega, svona byrjar maður byrjar að taka ákvörðun, núna skulum við byrja og þú kemur hérna fremst og ég skal tala við þig. Og þessi gamli maður, þessi frábæri maður, hann kendi mér starffræði á 2 mánuðum. Þannig ég fekk 8 í prófi næst. Þannig að sko, hann sannfærði mig eitt að þessar ranghugmyndir, þetta er svo miklu óvinur okkar, skilurðu, ef maður fóstrar svona ranghugmyndir og heldur utan þær og hjá mér var það þannig að ég var svona hálft í hvoru stoltur af þeim, skilurðu. Og eins og fólk stundum, að fólk talar oft að skilja ekkert í starffræði og lætur eins og það sé svona kostur. Já. Að það sé þá betra ykkur öðru sviði, ekki hafa byggt sig undir þetta, að vera svona skver í hugsun. Já, það er alls konar svona. Ég veit að ég heyri þetta oft, sko. Líka í svona listageranum, að það er fólk sem kemur þaðan, svona úr máladeildunum. Já. Það sem er svona léttir fordómar gagnvart starffræði. Já, það er það. Excel, þá hugsa svo Excel, það er náttúrulega hluti af þessu. Já, ég kann ekkert á Excel. Nei. Það er að vera bara að hugsa á skver. Já, sko, starffræði gerir mjög marga hluti, sko takt eftir einu, sko, að því ég er náttúrulega fylgist aldrei með þessum krökkum sem að ég tala við foreldrarna og svona og ég tek alveg eftir því að nemendur sem fer að bæta sig, hann bæti svo öllum öðrum sviðum líka. Þetta er eins og jóga fyrir höfuðið. Starffræði er svo jóga fyrir hausinn. En að því að þú varst þvermóðsku fullu nefandi, að þá eða kannski þitt stóra vandamál var ekki, þú náttúrulega heyrðir svona vörd og mátt, hvernig þú gatt réttlætt að kunni ekki starffræði. En var ekki ástæðan svo að þú átti bara erfitt með að beygja þig undir autoritet kennarans? Sennilega, já. Sko, sennilega. Það er að vera þvermóðsku fullur. Krakkar eru, sko, hvað er íslenska orðið? Krakkar eru hégómleg. Þau eru hégómleg og þetta eru sko það er að ala upp í þeim svona tískuhugsanir mjög auðveldlega og þessna til mér höfum við þetta vandamálum einelti því það er einhver sem segir sko þessi svona og við skulum ekki sósialisera með honum eða skulum útiloka hann og þetta er og þau gerir þetta líka við kennara sem ekki eru einhvern veginn eins og þeim finnst þeir eiga að vera skilurðu og hjá mér var þetta svona almennt bara sko það ég var þoldi ekki autoritet, þoldi ekki skipanir og ég tek eftir því sko með mína nemendur að ég þarf að passa mig á því hvernig ég tala við þá. Ég fæ nemendur þar sem ég þarf sérstaklega að gæta minn á því hvernig ég ávarpa þá. Sko ég má ekki tala við þá barnalega skiluru, þau þola það ekki.
Tala niður til þeirra? Já, eða svona barnalega svona, þú veit ekki, eigum við að gera eitthvað núna, skilurðu? Börn eru mjög viðkvæm fyrir, þau skynja þetta mjög vel og það er náttúrulega hundleiðilegt að vera barn í heimi fullorðinna, það sem eins og sagt það er hlegið að þú segir eitthvað gáfulegt og það er hlegið að þú segir eitthvað vitlaust og þetta er eitthvað vonlaust. Já, það er bara ómark. Já, ég er alveg sammála þér. Og börn skynja þetta þegar þú talar til barna eins og að þau séu ómark og hver heldur að vilji það? Akkurat. Það er svona þannig að eins og ég segi, maður þarf að passa sér sérstaklega hvernig maður ávarpa þau og maður þarf að, það má ekki heldur skipa þeim og ég vil ekki gera það. Ekki boðþætti. Og ég vil ekki, já, akkurat, og ég vil ekki, ég vil ekki að nemendum mínu séu skammaðir heima hjá sér fyrir eitthvað sem tengir starffræði, ég vil fá skammaðu. Og skammaðir alltaf aldrei, Ekkert mjög, sumarendar, en, ég skamma letingja. Ég geri það. En ef ég er í nemandi hjá þér og ég átti að læra eitthvað heima og kem til þín og hef ekki gert það. Þá segjum við skulum endurtaka þetta þegar þú ert búin að gera þetta. Ef það er eitthvað sem maður líkur á að gera þá. Sendur hann bara heim? Nei, ég geri það ekki, en ég segi, ég vil fá þetta sé gert, Og það er í sjálfum sér ekkert mjög erfitt að verða góður í starffræði. Það er, stæðsti misskilningurinn er það að þetta sé ókleifur veggur fyrir þetta sé alltaf, manstu hvernig það var alltaf sagt að einhverju svona séni eru góð, bara sénin skilurðu þau eru góð í starffræði en það er ekki þannig þá svona greiddu það með því að vera kannski svolítið undarlega í háttum. Akkurat, eða bara hreinlega þau voru álítið að vera séni, þau voru álítið að vera betra guði gerð og þess vegna lærðu þau starffræði. Þetta er misskilningur. Ástæðan fyrir þau urðu góð í starffræði vegna þess að þau unnu verkefnin. Og þetta er fyrstu vikurnar, þá ertu bara að tenja baunir, skilurðu, og raða niður aðgerðum og sjá bara hvernig það er vinna saman. Og svo bara einn daginn, þá allt í einu, þá áttar þau á þessari bygging. Þetta er bygging. Þetta er mjög falleg bygging og það er hægt að kenna hana og gera nemanda góðan á viku. Ég treysti mig til að gera það. En að þú kemur úr listaheiminum, þá er þetta náttúrulega svolítið verið til þar líka. Það er að það séu til snillingar. En ef maður skoðar þá, ég held eins og að Picasso hafi teiknað ógeðslega mikið. Því að ég hef verið svolítið að ræða við fólkum Bob Dylan. Hann var með kassagítarinn í höndunum árum saman og var gersamlega óþolandi maður vegna þess að hann var bara í þessu og náðist ekkert sambandi við hann með öðrum hætti. Heldurðu að en samt er það þannig að þó að þú mundir leggja þig mikið fram að þá er ekki þar með sagt að þú náir upp á eitthvað svona level að vera snillingur. Nei, það er miklu meira til, Sem er hvað? Já, þú þarft að hafa mjög marga hluti með þér, Það er oft sagt hérna á Íslandi, að stöðurnar erfist í gegnum ættir listafólks. Það er að hluta til rétt, já, það er þannig. Þau eru þá inn í kórnum. Þau eru inn í honum eða nær kórnum heldur en hinir. Ég til dæmis kem að fjölskyldu vinnandi fólk sem voru foreldrar mínir báðir ríkisstarfsmenn og það var ekkert talað um listir svo mikið heima hjá mér. Ég hafði áhuga á þeim og ég þurfti að mennta mig fyrst. Ég hlýddi foreldrum mínum. Ég fekk ekki að fara í myndlistarskólan fyrir ég var búin að mennta mig í atvinnu, í, hvað segir maður, starfsmenntun. Og ég fór í vélskólann og ég lærði vélstjóri og var á sjó í 10 ár. Sem vélstjóri? Sem vélstjóri? Já. Einu sinni sem netamaður og kunni ekki neitt. Vélstjórinn er oft með svona skringilega stöðu í hópnum. Fyrir ekki? Vélstjórinn, hann er stundum með svona skringilega stöðu í hópnum. Hann er svona niður í vélarrúmi og þú veist að það eru svona stærri áhafnir og þá kemur hann
Hann ekki alveg til, ekki alveg hópnum. Sofandi á bekknum. Já. Já, ekki út á dekki að vinna. Ég man eftir því, sko. Jú, ég var oft... Þú þá litlu minni bátum. Já. En á stærri bátum að þá velsturinn ekki á dekkinu. Ég fór í aðgerð því ég var á togurum. Já. Vegna sem ég var alltaf gaman. Já. Og ég fór alltaf í aðgerð. Ég var skammaði fyrir það, sko. En það bara gaman að vinna og gaman að vera í hópa að vinna og sko, þetta einhvern veginn bara í mínum holdi, sko. Ég kem af fólki sem af sjómönnum og bændum og ég var mikið í sveit þegar ég var krakki og ég hef alltaf haft gaman að því að vinna og ég held að, sko, núna stóla allir myndlistamenn á svoköldu starfslaun, eins og þú veist, og þetta svona alltaf bitbeina hverju ári og það verður alltaf ömuleg umfjöllun þetta hverju einasta ári sem ömurlegt að lesa félaga sína, sko, sem fá starfslaun og en sko núna alltaf ég nú hef ég bara mína eigin reynslu af því sem ég hef gert, sko, og að það að vinna við eitthvað annað og það stímúlerandi fyrir höfuð að gera það ef maður vill vera í myndlist þá á maður ekki að skerma sig af og segja bara ég of fínn fyrir þetta, ég ætla bara að gera þetta og þetta og velja eins og krakki af veisluborði, bara eina sort ég ætla bara að borða á loftkökur skilurðu, það ekki hægt það miklu betra að vera bara opinn fyrir því að fara í öll störf það stímúlerandi, það gefur hugmyndir og vera bara vakandi, sko, þú veist, þú ert alltaf í samskiptum við fólk, þeirra heim hefur verið innan hópa myndlistamönnum kannski 5-6 saman það ekkert rosalega skemmtilegur hópur Nú. Nei, það það ekki Þeim finnst það kannski Ég ætla að segja þetta einn vinur minn var í svona spurður að því hann var svona duglegur við að skrifa, sko, og skrifaði meðan svona farsa og leikrit og svona og svo var hann líka að leika og hann spurði af hverju ferði ekki bara í leiklistaskólan og þá sagði hann setningu sem ég alltaf að rifja það hann slæði upp, hann sagði hefurðu setið innan leikara Hópurinn myndlistamanna sem þú ert að vísa til þau kjósa að vera þarna saman að spjalla Já, ég ekki alhæfa, sko. Þér finnst það ekki gaman, en kannski finnst þeim. Já, það sko, þú myndir mæla með þeim að fá sér einhver aðra vinnu, sko, líka. Í myndlist. Ég vann mikið við að smíða fyrir þá og hjálpa þeim og svo bara klippti ég mig út úr því, sko. Ég hafði ekkert áhuga á því, sko. Og ég hjálpa örfáum. Sko, við svona, þú veist, að leysa úr einhverjum málum og svona, sko. En það ekkert sniðugt að gera. Myndlistamenn ekki gera þetta. Þeir ekkert að vera mikið aðstofa. Menn ekki bara bjarga sér sjálfir. Okkur að fara í myndlistanám og koma út og kunni ekki neitt. Bragi Áskilsson sagði, sko, þegar var einhvern veginn að skamma nemendur sína að hann hefði verið í skóla þar sem að nemendur þetta, sko, búa til litin, búa til penslana og hvað var það, þriðja? Þau eru búa til allt sjálfir, þau eru að vera sjálfbjarga. Og þessi hugmynd farin, hún núna bara hluti af, sko, bara alls neyslu, þú bara nærði í það sem þið vantar. Í verslunar, bara í ferðinu verslun. Og í náminu áttu bara að læra að verða hugsuður og svo bara kallaru til þá sem að... Já, það þannig. Það var ljóð þetta sem ég fer stundum með. Ljóð þetta ástand. Málara penslar, málara trönur, málara litir, verkfæralagurinn. Þetta var auglýsing í blöðunum, eða í útvarpinu. Þetta ástandið. En ég á móti þessu. Og þú telur að með því að vinna í efninu, að það styrkir myndlistamanninn. Við getum tekið dæmi bara úr öðru, úr tónlistinni. Já. Tónskáldin fyrst voru þau þeir sem voru bestir á hljóðfærin eins og Beethoven og Mozart voru frábærir á sín hljóðfæri. Síðan eru þetta svona stjórnendur svona eins og Mahler og fleiri. En svo það voru að líða á öldina þá eru þetta menn sem voru kannski prófessor eins og Boulez og fleiri. Þannig að verða alltaf svona fór alltaf frá og það segja mér stundum sko, hljóðfæraleikarar að þegar kemur verk eftir svona nýrri höfunda
sem koma ekki innan úr hljóðfæraleik, að það hryllilegt að spila þessa músík. Af því það er svo augljóst að sko höfundurinn kann ekki á hljóðfærin og þú ert látin vera að búa til einhvern veginn sama tónin og þú vorkinir hljóðfærinin og meðan þetta að þessu. Vegna þess að þetta sprettur ekki innan úr sko músikheiminum, raunverulega músikheimi, heldur að reyna að búa til tónlist sem eiginlega klofin frá honum. Er þetta gáfumannavæðing? Ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er náttúrulega módernisminn. Já. Það sem verður til svona hugmyndum að við getum búið eitthvað til sem eiginlega laust við mannalegt. Þú búið til hús og það má ekki vera að minna á sögun okkar eða menningun okkar. Helst ekki að vera í mannlegum skala, helst að vera svolítið brútalist. Já. Það er svona eitthvað hugmyndum að við getum búið til eitthvað sem er æðri en maðurinn eins og við fyrirlítum raunverulega mannin. Já, losnaði við mannaþefinn. Já, ekki mannalíkt í húsum okkar. Heldur gott, já. Mannaþefurinn, já. Ég sagði þetta reyndar oft moggana því að það er aldrei neitt nefndur. Því að nema þeir sem eru kannski að tefla í skákmóti eða britsmóti eða eitthvað svoleiðis. En fréttirnar eru ekki manneskjur. Þetta var þannig þegar ég var ungur ritstjóri og svona, þá sagði ég einmitt þetta moggan, sko, að það var engin mannaþefur í mogganum. Já. Það var að tala útgerðarmenn eða opinbera starfsmenn og það var allt í einhverju svona heildum, sko. Já. Kannski er þetta svona hugmyndum. Formleg heild. Já. Þetta er nú útidúr, en ég spurði þau að leggja mikið á sig. Já. Og ef þú leggur mikið á þig að þá getur þú lært og kannski orðið snillingur. En það er ekki nóg. Þú verður að hafa eitthvað í upphæði. Og þú sagðir, ég var alltaf duglur, ég var í sveit og eitthvað svona. En samkvæmt því sem þú varst að segja áður starffræðina, þá get ég sagt, nei, þú bara vandist við að vinna. Þú ert ekki duglegri en kannski, já, það getur alveg hárið rétt hjá þér, getur vel verið. Ég hugsa að ná ekki árangri þarna í starffræði, þá hafi það verið aðalega það að ég var fullur af minnimáttakennd gákallinni. Ég fann mig ekki í þessum hópi sem áttu að vera svo óbúslega góður í henni. En ég er eins og búin að sanna það, búin að gera það margoft í gegnum mína kennslu að ég kennt öllum starffræði. Ef að viðkomandi móttækilegur fyrir því, ég segi alltaf bara nákvæmlega eins og Sigurður þessi starffræðikennari sagði, ég spila alltaf nemendur, kanntu að leggja kapal eða kanntu að spila spil eða tefla. Ef þú getur eitthvað af þessu, þá get ég sagt þér að það er miklu erfiðara heldur en starffræðin. Það er erfitt að ná árangri í flóknum kapli, skilurðu, maður þarf að fylgjast vel með. Og í mínu tilviki þá held ég hafi bara verið haldin og rosalegri minnimáttakennd og svo bara losnaði ég úr henni, skilurðu. Það er svo að losna bara úr einangrun. Af því að eins og ég sé í mínu nemendum leið og ná árangri, þá verða þau svo fegin að það sem er búið að hrjáðu, þessi minnimáttakennd og þetta sem er búið að vera hrekið út í horn, að það var bara leysanlegt, skilurðu. Þetta sérum starfræðin sé bara svipað og eitthvað svona, segjum bara eitthvað partí eða eitthvað veisla sem að þér finnst þú ekki vera tilheyra og sért ekki velkomin inn í og þetta feiminn og hangir í andrinu. Já, og fer bara ég til einni sort. Og það sem að þú gerir, að þú kemur, nei, þetta er þín veisla, gjör svo vel. Er kennslan þetta? Kannski, jú, þetta er svo sem ekkert verða líkingamál eitthvað annað, sko, en þetta er þetta er sko starf sem ég er búin að sinna mjög vel núna síðastliðin, eins og ég segi, 40 ár, ég har alltaf verið með einhverja nemendur hverjum vetri og þetta er hugsjón, hjá mér er þetta hugsjón og ég dreymi það einhver daginn að fá að vera með því að búið til starffræðibók búið til bók og ég er búin að vera búið til kennsluefni í gegnum árin búin að búið til kennsluefni á hellinga kennsluefni. Og er það mikið ólíkt öðru kennsluefni? Ég held það, já. Ég legg áherslu á ákveðna hluti, Ég legg áherslu á handverkið í það, nota ekki reiknivélar og handverk, kunna að leysa jöfnur og kunna að gera það bara með bláa blýanti.
og við erum búin að sko og nota málið það, ég fæ nemendur sem eru óskrifandi vegna þess að skólatöfna hættir láta krakka skrifa. Hvað meinarðu með höndunum? Já. Að það bara, fólk verður bara þreytt eftir 4 línur og það bara vantar æfingunni í að skrifa með pensli. Já. Eða blýanti. Og það veistu það rosalega mikilvægt að vera að þessi einbeiting að koma einhver frá sér skrifa niður, það rosalega mikilvægt fyrir höfuðið, fyrir okkur sem bara dýr að ná valdi á þessu. Þetta handverk sem það sem við komum niður upplýsingu á blað, það sem hún situr órafmagnað, skilurðu? Já, ég búin að missa þetta. Ég tek eftir því að þegar ég að skrifa að þá verður skriftin verri bara mjög fljótlega og það bara æfingarleysi. En hins vegar nota ég lyklaborð og á auðveldara með að hugsa á lyklaborðinu heldur en án þess. Þú vanið á það, þú fljótari þar. Já, eða bara hluti því að vera að forma hugsanir, þá það bara við lyklaborðið. En ef þú væri nemandi hjá mér og væri 10 ára gamall. Þá myndir þú taka með lyklaborðið? Já, þá myndi ég láta þig, ég geri eitt ég gef nemendum mínum penna. Ég gef þeim mjög góða penna og svo þeir eru búin að vera lengi hjá mig og gef þeim blekpenna. Og ég vil að þau takið að sér að hugsa blekpenna. Ég fæ nemendur sem koma til mín í 9. og 10. bekk sem að skrifa bókstafi sem eru 50 mm háir. 50 mm háir. Ég meina, regnskógurinn færið á 2 árum ef við leyfum þessu að viðgangast. Ef við verðum að skrifa jafn mikið og þú gerir á lyklaborðið þitt, þá var regnskógurinn farinn. Og þetta fyrir utan það, að þetta einbeitingarskortur. Og það gott fyrir höfuðið, fyrir einbeitinguna að æfa sig í að skrifa læsilega. Ég ekki að segja skrifa vel, skrifa læsilega og skrifa í Þannig að þú getur lesið það? Já, annar getur lesið. Og annar getur lesið. Og þetta, ég alltaf að segja við nemendum mína, það sem þið eru að gera þegar þið eru að læra stærðfræði, þá eru þið að læra á strúktúr. Þetta strúktúr, þetta strúktúr sem hægt að ganga Hann skiljanlegur þannig. Hann í lögum og þegar leiðu þið skrifið eitthvað þennan strúktúr, þá það búið til annan strúktúr. Þið búið til strúktúrinn á blaðið, þið endurtakið hann á blaðinu. Og þetta samband, ef þú nærð að skýra þetta samband nógu vel út fyrir nemendunum, þá hann orðinn góður í stærðfræði, strax, skilurðu. Að hann skilji það, að hann sé að endurtaka eitthvað sem til á blaðinu. Skilurðu mig. Þannig að þess vegna legg ég mikla, og veistu, þetta var svona, skólakerfið, þú manst það sjálfur, skólakerfið var svona. Við kenndum krökkum margranntöflunum, við kenndum almenn brot og við kenndum að skrifa vel. Þannig að þessi eldur var logað í skólakerfinu, þessi idea, en hún löngu farin og það auðvitað margar ástæður fyrir því. Ég ekki að segja þessi eina ástæða. En já. Ég held ég kunni margranntöflunum þá, en það samt eins og ef þú myndir spyrja mig hvað 7 sinnum 8, þá mann ég hvað 7 sinnum 7 eru 49 og svo legg ég 7 við það og þá fæði þetta 56. Það leyfilegt. Ég man ekki þetta með 56 töluna, ég hef aldrei munað hana. Ég þarf alltaf að annarkvort að fara fyrir ofan hana og neðan á að finna hana. Hún bara svona blindu blettur hjá mér. Þannig að ef þú spyrir hvað 7 sinnum 8, þá fer ég að reikna það. Já. Ég skil vel að þú sett kalkar í henni því að þú lærðir hana margranntöfluna þegar þú varst í 7. og 8. bekk. Við oft notaði hana. Já, ég notaði hana mikið. Við lærðum með 12 sinnum töfluna og fórum svona aðeins. Þetta allt í hausnum. Það svona sund sem í hausnum á mann eftir lærdóminn og maður verður svolítið hissa á því þegar maður eldist hvað það er eins og biblíusugur. Biblíusugur, það eiginlega það besta sem að ég lærði þegar ég var í Ég líka, ég man þar allar. Það var allar, það eru bara svo dýnamískar og ég ætla að kenna börnum bara Shakespeare og eitthvað fleira, það sem að að þetta svolítið svona persónur og átök og svona grunnelement í mannskepnunni. Ég held að börnum hefur gott að læra meira af þessu. Já, en það búið að úthýsa þessu líka. Biblíusögnum? Já, það ekki. Ég held að. Það mikil missir á því. Já, ég man eftir öllum þessum sögum og það einmitt þú sem segir, það voru dýnamískar og það
sko minn uppáhalds sá sem ég hélt mest upp á í biblíunni var Jóhannes skírari og það var þetta sko þessi eiginleiki hans að sjá falsbámennina, hann sá inn í hópnum þá sem fóru klæddir hérna héraskinnum og dýraskinnum en voru flögðundi fögru skinni og hann pikkaði út úr hópnum og las yfir þeim. Ég fílaði þennan gæja ágætlega. Hann lét ekki plata sig. Svolítið gorgir í honum. Já, hann misti höfuðið. Hann var eiginlega bara gorgir, sko. Já, hann misti höfuðið út á það. Já. Út á hann að gorgir. Það rífa kjaft. Já. Hann beygði sér ekki fyrir höfðingjónum heldur. Nei. En hérna, varðandi listina, og að vera að vinna, ég sá það bara, held ég, kom til mín eitthvað á netinu, hérna frásögn af argentínskum rithöfundir sem ég menn bara því miður ekki hvað heitir, búin að gefa út held ég 4 eða 5 bækur, mikið success, en hann vinnur við að þrífa neðanjarðarlestirnar í Buenos Aires og vill ekki sleppa því. Og svo var eitthvað svona vangaveltur það hvort að neðanjarðarlestirnar kæmi einhvern tímann inn í sögunar hans sem hefur ekki ennþá gerst. Nei. Og þá var svo sem var að skrifa þessa frásögn sagði kannski hann ekki alveg búin að ná henni sko. Það er ekki alveg orðið þannig að hérna, hann geti nýtt þetta í skáldskap. Er þetta núlefandi maður? Já, þetta er bara maður á þínum aldri. Já, þetta er ekki sá sem skrifaði El Tonel Ernesto Sabato, þetta er ekki hann. Nei, hann er dáinn eða ekki. Já. Þetta er bara maður svona rétt hæflega á þínum aldri. Já, hann vinnur ennþá. Já, það er... Því hann vill ekki soga það að nú leiðist þá bíla að sitja við borð þar sem allir eru rithöfundar. Herðu, fyrst þegar ég man eftir þér, þá varstu á þessu verkstæði í skólastræti. Já. Sem að var náttúrulega, hefði átt að friða bara. Það var svo stórkostleg sviðsmynd þetta verkstæði. Það var svona þegar þú komst þarna inn, eða ekki? Já. Búið að vera mjög, mjög lengi. Stofnaði 1913. Já. Og bara ótrúleg fegurð. Já, gömultæki og allt. Já. Ég held að þetta hús hafi verið friðað, það bara var rifið, það var engin spurður að því, þeir rifuð það bara. Það var náttúrulega synd, þetta er sko bakhús byggt sem hesthús fyrir menntaskólan. Ekki menntaskólan, fyrir MR-húsið sko, í því var höfðingjasetur, var það ekki landsréttur eða eitthvað svoleiðis. Það var byggt fyrir þá gesti sem komu utan að landi, þetta var kallur rest, til þess að geyma hrossin á stalli. Þannig fengið fóður. En svo var þetta kaffibrennsla, lengi. Áður en þetta var trésmíðaverkstæði. Og hérna... Þetta hafði verið trésmíðaverkstæði í 70-80 ár áður þú komst? Já, það var til. Það var eitthvað við þetta þannig að maður hefði svona grunum að það væri spýta sem hefði verið þannig allan tíman. Já, það voru margar spýtur sem voru orginal þetta. Já. Þetta er byggt miðja 18. öld. Svoleiðis, sko. En svo var þetta líka samfélag vegna þess að þetta voru þarna menn sem voru kannski eins og þú, sem átti erfiðleikum með að vinna hjá öðrum. Svolítið svona hver með sína svona servisku og sitt svona lag. Já, það voru þannig, sko þetta var á löngum, í langan tíma var þetta athvarf fyrir útskurðarmenn. Þarna komu stóru útskurðarmennirnir, Ríkharður og fleiri, og drukku þarna og voru með lærlinga í vinnu sem voru að skera út og hann sagði okkur á Magnús Danielsson sem að ég lærði rosalega mikið á honum. Hérna, hann talaði mikið um þetta menn sem komu þarna og fengu athvarf, gátu fengið að frumvinna hluti sem þeir voru að skera út af því þeir voru með stórvirkt tæki, bandsæri og annað. Og þeir sem að, sko, höfuðgripirnir sem voru smíðaðar þarna voru flaggstangir með stuðlabergi, skilurðu, allt skorið út. Og hérna, og hann nefndi oft... Það þarf svona sem að maður setur á skrifborðið sitt. Já. Og hann nefndi oft sko líka menn sem voru að gera mjög fallega hluti. Ég sá ljósmyndir einhvern tímann af gripum sem voru gerðir þarna. En hérna, þetta var, sko þetta á þessum tíma þegar útskurðarmeistarar voru rockstjörnur. Skilur, þetta voru bara menn sem menn þú tókst ofan fyrir útskurðarmanni í bænum, tókst og buktaði fyrir honum og hérna, fínir menn, skilur.
og Ríkharður var einn af þessum mönnum sem kom hann mjög oft. En kann þú að skera út? Nei, ég er ekkert sérstaklega góður í því sko. Ég er með svona ég er með svona almenna smíðaþekkingu. Ég get smíða stiga og teikna hann og það er gott að kunna það og ég get smíða gamla glugga og ég geri það. Ég er að skipta glugga í húsinu þar sem ég bý og smíða þá bara sjálfur út í garði, bara undir segli. Og þannig að ég er með svona almenna, ég er ekki með neina svona fínheitis og útskurð. Það er svona svolítið önnur kategóría sko. Og pabbi gerði það, pabbi skar út, mjög flinkur. En hann og rendi líka sko, en þetta var ekki svona, höfði ekki beint til mín sko, ég var sko, stólarnir sem ég gerði sko, veistu það? Þeir eru svolítið svona klossaðir og þeir eru eins og svona minjar úr gamalli vél eða eitthvað, frekar heldur en þessi fínleikir. Já, það er gaman að heyra það, veistu það? Og ég segir eitt sko, að stólarnir að leysa vandamál við að smíða þessa stóla, það kemur svo mikið úr vélstjóranáminu. Að burðaþolið og allt þetta, láta þetta endast og sko ég var aldrei með eitthvað markmið og hef aldrei haft eitthvað markmið að vera kallaður hönnuður, það hefur aldrei verið neitt sem að ég hef sóst eftir og þessi stóla voru smíðaðar aðalega til að hafa lifibrauð og ég vildi ekki fá þá í hausinn bilaða, þannig ég gerði þá almennilega og þeir hafa alltaf verið smíðaðar þannig og það er verið að smíða á núna. Það er félagi okkar er að láta smíða þessa stóla úti en ég vil helst ekki, ég vil að hann tali bara það sjálfur sko, ef hann kemur til hann tíðin og sko já. Og þú færð þá bara svona arkitektagreiðslu? Já, royalties myndi ég fá sko, við gerðum reynda samning það að hann fengi þennan stól endurgjaldslaust þennan sem hann að smíða. Ég náttúrulega gerði yfir 30 tegundir af stólum og gatt smíða 30 tegundir af stólum og þetta er svolítið safn sko, ég teiknaði á alla og þetta er svolítið svona safn af stólum og þetta er fjölskyldar sko. Ég sá einhvern tímann, varstu með svona einhverja síðu þar sem maður sá það alla saman. Já, þeir eru þarna á síðunni sko, sem að og svo er líka bara teikning sem ég gerði, hún er einhvers staðar á Facebook held ég. En byrjaði þetta að þú varst að búa til stól fyrir eitthvað krá eða? Nei, það byrjaði þannig, ég var skítblankur og var búinn að kaupa þetta verkstæði og var búinn að vera að vinna við trésmíði í 2-3 ár og það bara, ég held að það hafi verið 92 eða 3 þá bara hrundi allir smíðamarkaðurinn í Reykjavík, bara kreppa. Já, það var ekkert að gera. Upp af fyrstu Davíðsárin, þá kom mikill samdráttur í Reykjavík. Já. Það voru mjög myrkir tímar sko, sem við erum bara einhvern veginn búin að gleyma sko. Þetta atvinnuleysi kom til Reykjavíkur og þetta var ekki góðu tími. Já, þetta var mjög slæmt sko, en ég sem sagt fór að smíðast og stóla til þess að fá bara einhvern vasapening og fyrsti stóli sem ég gerði ég hef oft sagt það sko, þetta er sko dregið áfram af barnalegri bjartsýni barnalegri sko nævisma þetta er nævismi og sko að því að sko ég er alveg svo pabbi í þessu sko að það er þessi bjartsýni sko þú veist að gera eitthvað sko og vera alveg sannfærður að öðrum muni líka það vel og ég man að pabbi komist í tímur og sagði, heyrðu Danni, mér langar að smíða Borgundórsklukku og þetta er típist fyrir hann smíða Borgundórsklukku þá hafði hann séð íslenska Borgundórsklukku og þú veist hvernig þær eru og hann sagði, mér vantar bara teikningar getur þú teiknað fyrir mig einhvern svona kassa? Já, ég skal gera það og ég teiknaði fyrir hann kassa og kom heim einhverjum viku setna og sagði, ég er með teikningar þannig af Borgundórsklukku Borgundórsklukku, ég er búinn að smíða hana nei, hvar er hún? Komdu út í skúr þar sem verkstæðans var og þegar ég kemur í skúri þá sé ég enga klukku hann er engin klukka neins þar en hann sjálfur horfir upp á vegginn og blínir á makkisósdós sem sneri botninum út og á dósarbotnin var búið að tússa með grænum túss rómverskar tölur og þetta var klukkan og ég sagði svona býtu, er þetta Borgundórsklukka? Borgundórsklukka, hún gengur alveg rétt þessi klukka það var batterísverki
þetta sko, veistu, þetta attitúd, ég skil það svo vel, skilur, að vera með sko miklar hugmyndir, en láta sig síðan næja svo milliveginn, skilur. Sætta sig við. Og sætta sig við. Sætta sig við, og sko, þess að segja alltaf svo stóla hjá mér, sko, að þetta var dregið áfram af svona barnalegri bjartsýni, sko, þetta var aldrei markmiðið að gera neitt með þetta annað en bara það að hafa eitthvað, sko, vera með vinnu, að því ég þoli ekki aðgerðaleysi, og ég ekki svona vinnustoflistamaður, ég get ekki setið og svo, þú veist, sko. Heldur að listamenn sem eru á vinnustofu siti, eru ekki bara að vinna allan daginn? Allir sé ekki í jóga, allir sé ekki í... Nei, ég veit ekki hvað ég gera. Ég veit ekki, sko, já, ég þoli ekki aðgerðaleysi og þetta var svona lausnin. Út á þetta fekk ég svo margt. Ég fekk vinnu, ég fekk vinnustofu og vasapenning. Þannig að þetta voru 3 fuglar í hendi, skilurðu. Herðu, þú sagðir að myndlistarfólki hefði sagt við að vera kannski ekki gott fyrir það að vera í svona einhverju hönnun, því að geti svona kannski haft áhrif á listina þeina. Þú birtist undir svona verkið þín á Facebook, þarna hárspennurnar og teikningarnar. Já. Og ég held að ég hafi einhvern skrifað við eina þeirra, auðmíkja Daniel, allt sem hann snertir verður svo fallegt. Já, þú vilt, já, þetta er rétt. Þetta er ég alltaf að reyna að vera svona hæðin, en þetta er að sömuleyti rétt, það er eiginlega, þetta er svo ótrúlega fallega myndir. Já, þetta er alveg rétt hjá þér, það er allir að rembast við að gera ljóta hluti. Já. Og þetta er rembingur og þetta fyrir taugarnar á mér, sko, að því að leið þú sér þetta, að þá áttar það á þetta meðvitað og það er svo óþolandi, meðvitað, sko, að ég man þetta stól sem að var, sko, að því við erum að tala um stóla, sko, þá var ég beðinn að vera með eitt hlut út í glugga í verslun í Bankastrætinu og ég lét undan og, sko, þó ég vildi það ekki. En hann var tekið niður fljótlega út af stól sem var gerður úr afgangsspýtum úr pallettu og sem var svona skemmtileg lausn að endurnýta sem sagt við, en það var gert svo ofboðslega illa. Þú veit, ákkur ekki eyða aðeins meiri tíma í það og finna út leið þess að sko göfga gömlu pallettuna sem búin að skila sínu, göfgana með því að gera úr henni eitthvað allt annað. Eins og hún myndi helst vilja. Hún vill náttúrulega verða eitthvað fallegt. Þetta var svo óbáslega ódýrt og ákkur ekki bara eyða aðeins meiri tíma í það og vinnu. En sko, tilfellið er það að svo mikið af þessu fólki sem hefur ekkert handverk og það er búið úthýsa því, það er búið úthýsa öllu í nafni einhverjar sko ég held að sé sko ég veit ekki hvort að það er frelsi, hvort að þetta er frelsishugmynd blandist inn í þetta að listamaðurinn sé svo frjálsa, hann eigi ekki að vera bundinn af handverkinu eða einhverju þekkingu. Það getur vel verið að sé það. Sko að það megi ekkert líta út eins og það hafi verið eitt í það einhverju þekkingu. Það má ekki líta þannig út. Og það er svo gott hjá þér. Ég man ekki eftir þessu kommenti, þetta er svona, sko, ég veit að ég oft verið skammaður fyrir þetta. Oft verið skammaður fyrir þetta. Og En listnám er að sumuleyti tónlistarnám. Þú bara endurtekur og reynir að ná einhverju fullkomnun. Svo linnulaust að bera því saman við þú veist, það sem aðrir hafa gert og annars túlkun. Myndlistarnám var þannig að þú fórst meiri sig að var möguleiki að þú færi bara út á listasafn og eftir að bara kópera stórsnillíkana. Þú verður að geta mála eins og Rembrandt, þú verður að skilja hvað hann gerði, hvernig hann tókst að gera þetta ef þú ætlar að komast eitthvað áfram. Einhver leyti er þetta minna í myndlistinni núna.
stundum sagt við Hallgrím Helgason að það sem að gerir hann sérstakann sem rithöfund, hann nálgaðist það að vera rithöfundur eins og hann gerði þegar hann var í myndlistarnámi. Það sem þú byrjar bara að þú þarft eiginlega að læra alla sem að koma undan þér. Þess vegna fer hann og yrkir eins og Jónas, skrifar eins og Laxness og heldur að maður eigi að gera þetta og fyrir gegnum þetta allt saman. En er þar leiðandi með kannski svona í stílbrögðum með miklu stærri svona palettu heldur en flestir rithöfundar. En einhver leyti er þetta bara út af að hjá rithöfundum hafði þessi svona hugmyndum að þú ættir að ganga í gegnum og hamraði í gegnum einhverja bragarhætti linnulaust og fleira og var tök á þessu öllu var dautt miklu fyrr heldur en það var hjá í myndlistinni. Já. Fórst þú í svona myndlistarnám? Nei, já ég fór í svona, ég var í myndhöggvaradeild eða skúlptúrdeild. Ég fór bara í framhaldsnám mitt var bara, ég fór að vinna hjá myndlistarmanni í 2 ár eftir í skóla. Vann hjá Jóni Gunnar Árnasyni í 2 ár og og var að smíða fyrir hann og ég er ekki að segja það að fólk eigi að mála svo Rembrandt ég er ekki að segja það. Þú er að kunna? Já, ég er sammála á Braga Ásgeirssyni það að myndlistarmaður á að vera á að kunna búið til penslana sinna og hann á að kunna búið til liti og þetta var kennt, hann kendi þetta hann kendi þetta ekki búið til pensla en ég man að vinkonur mínar og vinir sem voru í máladeild og voru að segja það við vorum að búið til liti úr efnunum skilur og kannski ekki vefa strigan ekki segja það en hann þetta er örugglega persónulegt fyrir hvern og einn og eftir hvað viðkomandi er að gera í myndlist maður getur ekki verið að frekjast inn og segja með allir verið að gera þetta og allir verið að gera þetta ég er á móti því líka en algjörlega fyrir mig þá var það algjörlega nauðsynlegt ég varð að hafa eitthvað að gera ég varð að hafa eitthvað að gera með höndunum og ég gat ekki ég gat ekki ég er ekki vinnustofu myndlistarmaður ég vinn heima hjá mér og ég er bara með allt til alls þar og þarf ekkert mikið pláss fyrir það sem ég geri og ég outsourca ekkert út í bæ neitt ég bara gera allt sjálfur og ég reyndar sem prentverkin eru stór og ég þarf að fá aðra til að prenta fyrir mig í sumum tilvikum en Hallgrímur er hann ekki meira illustrator heldur en málari ég vil aldrei séðan ég vil frekar séðan bara sem illustrator ekki sem málara beint hann er náttúrulega og þú veist ástæðan fyrir ég vildi ekki það var með ný verk á sýningunni á Kjarvalsstöðum ég sá sýninguna svo er hann með eitthvað svona sjálfsmyndir mjög skrýtnar sem að teikningin minni stundum á Steingrími Eyfjörður sem mjög fyndið að hann birtist einhvern veginn í myndum hjá Hallgrími svo mannst ekki bláa tímabilinu hjá honum fyrir svona 40 árum upp svona blásið fólk í svona sem kom með frá Ameríku þegar hann kom frá Ameríku myndir sem líkast verkum Marcus Stoby núna er hann að mála myndir sem minna á Philippe Guston ég meina hann er kameljón náttúrulega hann er kameljón hann er svona rödd hann hleypir í gegnum sig hann er þannig þú manst ekki sagði við þig ég vildi ekki tala pólitík og það er ástæð ég ætla að koma í skýring á því af því að ég veit að listir á Íslandi eru vinstramegin í pólitík þú ert hægri maður eftir 30 ár í rekstri á fyrirtæki sem var í framleiðslu þá er ég orðinn hægri maður ég fekk alveg nóg af þessu þessari vinstri hugmyndafræði og það má segja það ég segi hann hægri maður, ég er að koma skápnum með það en veistu það að það sem ég ætla að segja er það að listir eru í eigu vinstri hugmyndafræðinar vinstri Mér finnst það nefnilega ekki ég man að þegar ég var ungur
Þá var til svona, eins og var listin eitthvað leiti svona eins og counterculture, valkostur að ég get lifað í þessum heimi, ég þarf ekki að fara í jakkafötin og verða bókari eða eitthvað. Og þetta heimur sem hefur bara sín eigin gildi, miklu meiri blankheit og eitthvað svona, en ég get borið virðingu fyrir öllum þarna og þú getur haft eitthvað svona, þetta bara sjálfstæður heimur. Í dag upplifið ég að þessi allir bara bíða til að meika það eitthvað, að verða uppkvötaðir, að slá í gegn, þú veist alveg saman hvort þessi rithöfundar eða leikarar eða myndlistamenn, mér finnst bara allir einhvern veginn bara gangast inn á það að commercial heimurinn eini heimurinn. Akkurat. Og ef ég ætla að vera myndlistamæður, þá verð ég bara að gjöra svo vel og meika það og slá í gegn bara eins og Raggi Kjartans eða eitthvað. Þú veist, ég ekki að segja eitthvað lakari myndlistamæður fyrir það. Já, þetta algjörlega rétt. Þetta bara orðið svona næstu sama tal og maður heyri bara hjá svona 10 ára strákum sem að tala Ronaldo og Messi eða eitthvað, svona hugmyndur að þú veist, við ætlum alltaf að reyna eitthvað, svo bara meikar það og það eiginlega eini valkosturinn, þeir sem að meika það. Já. Hitt, heimurinn, listaheimurinn, hann hefur ekkert gildi og við bara beygjum okkur undir það að ríka fólki setur allar og fara inn á þessi söfn í útlöndum sem að auðkífugarnir hafa búið til í kringu sig, fengi gefins landin í miðri París og byggt eitthvað hús eftir eitthvað frægan arkitektur til þess að búa til kostnað til þess að minnka skattana sína og safna svo myndlist í kringu sig og maður horfir á hana, allt inni er safe fyrir hérna auðugu. Hér engin augrandi list lengur. Já. Og þeir eiga þetta og þeir eru svo ánægðir með að eiga þetta. Það geta algjörlega stjórna listinni þannig að hún mun aldrei augra þeim á neitt hátt. Mér finnst það ótrúlega sorglegt. Og að tala þetta að sé eitthvað vinstri finnst mér bara eitthvað. En við ætlum ekki að tala um pólitík. Nei. En allavega, já, þetta er endur algjörlega rétt sem þú ætti að segja, þetta er búið að svæfa hana, búið að taka nú sambandi og hún hefur ekki þetta vald lengur sem hún hafiði og Og meðal annars út af svona, ég bara kannski bara einstaklishyggjan sem við erum að koma út úr, það sem allir og það sem á peningahyggja og það sem er eiginlega bara einn mæli hverja alltaf hluta er það hvort þú meikar það eða meikar það ekki og hefur þú meikað það þá bara hver er bankabókiðin það er eiginlega eini mæli hverjum Já, en myndlistarmenn eru eina stétti þar sem fólk býður eftir þú drepist vegna þess að þá kannski hækka verkið þín aðeins það er allir saman hvað það leikari drefst það skiptir engu máli eða tónskáld eða en myndlistamenn, það er alltaf inn í hugmyndinni, já, verður þetta ekki verðmætt og þá spyrir maður bara hvenar. Útauður. Ég held að þetta þessi ofmetið, hvað myndlist er góð fjárfesting. Ofmetið? Já, ég held að. Já, það er alveg sammála. Sérðu það sem er að fara á uppboðunum, ríka fólkið í Reykjavík, það er alltaf sömu bílunum, klæðið sig eins, þetta er svo sterill smekkur, og svo safe einhvern veginn og þannig að þau eru meira og minna að kaupa sömu verkin aftur og aftur. Já, til þess að vera inn, til þess að vera safe. Herðu, það er ein spurning sem ég spyr alla hérna. Já. Hvenær manstu fyrst eftir þér? Hvenær man ég fyrst eftir mér? Já. Má ég spyrja aðeins áður að byrja því, heyrur illa? Já, ég heyri illa. Og hvernig er heyrnin þín? Ég heyri vinstræði megin aðeins. Ég heyri ekki neitt hægra megin. Akkur ekki? Þetta fór bara á nokkrum skiptum. Þetta var orðið lélegt, Eftir vélstjóravinnuna var þetta orðið lélegt, Svo bara eins og fór bara þessi heyrn alveg hérna megin, bara einni nóttu. Og bara heyrir ekki neitt? Bara suð. En fínt suð. Ég með mjög hátíðni suð, en það er bara fínt suð. Það er bara suð, Þú heyrir suð alltaf? Alltaf, já. Og getur þú búið það til hljóðu fyrir svo ég heyri það? Það er svona þytur, það er svona þytur, svona eins og sé svona vassbuna sem er að renna hérna, þú veist, alveg við eyrað. Ég getum ekki náð því, Ég er ekki tónskáld. Nei. En það var sagt þegar ég fekk þetta. Og ég fór til Kristofs Guðmundsson, hálsnef og eyrnalæknis. Og hann þegar ég var búinn að lýsa þessu, þá sagði hann svona, já, þú ert með þetta er stórmerkilegt. Þetta er stórmerkilegt. Það er svo fáið með þetta. Ég verður ekki með myndavél, það taka myndaðir. Ég var aldrei fengið sjúkling með þetta, ég bara heyrt það. Heldur ég geti læknaði kannski með svona lítið pillu. Og ég sagði svona, ég veit það ekki. Nei, það er ekkert að lækna því, þetta er ólæknalegt.
þú bara sættaði við þetta og hann sagði sko hlustaðu á þetta bara eins og gamlan og góðan vin og ég tók bara þessari ráðleggingu þannig að ég svona lokkund veginn laus við að velta sér mikið fyrir mér þetta þarna sko. Sumir sem eru með svona hljóð í eyrunum upplifa algjört friðleysi og löngu til þess að losna við þetta og fara á netið með það og er í klúbbum tinnitusklúbbar ég ekki þeim nei, þetta bara þytur sem ég með þetta svona þytur guðs þú vilt ekki sitja við borð með tómum myndlistamönnum og enn síður með fólki sem er með svona hljóð enga megin en hinum megin hún ekki góð svona dauf frekar lélega Akkur er þetta ekki með heyrnartæki? Góð spurning sko, þetta dóttir mín og sískinni og allir að krefja mig þetta ég ger þetta sko nú er ég að fara á eftirlaun nú er ég að fara í þann hóp sko og það getur vel verið að ég geri það ég fái mig núna Þú færðu afslátt að það? Færðu afslátt á það? Eða finnst þér það bara eins og að vera með staf? Nei, bara það er efna á því sko maður fær einhvern pening sko mánaðarlega og það fínt sko ég fæ núna einhverja ég á peningi svo mörgu lífeyrissjóðum að því ég vann sko sem vélstjóri hjá alls konar útgerðarfélögum og á reiðileysis regöldum hér og þar landið sko En var ekki lífeyrissjóður bara tekin af tryggingunni en ekki af skiptahlutnum? Lífeyrissjóðun var örugglega tryggin af tryggingunni bara þangað til tíundar sko. En þetta er sko mikið af þessu horfið sko. En það er samt ég á svona einhvern smá útgreiðslu í einhverjum sjóðum hér og þar svo færir maður þetta núna sko næstu mánaðamót þá fæ ég eitthvað sem ég get notað til þess að köpa með heyrnartæki skilurðu en ég ætla að rifja eitt upp sko þegar þú ætti að tala um að þú hefur komið á verkstæði og þú þekkti mig síðan þá við unnum eins saman hvenær? Við kannski unnum ekki saman ég gerði verkefni fyrir þig við þegar þú varst með blaðið þarna tímaritt sem var svona stóru broti Fjölnir gáðum þetta í 96 blaðsíður í dagblaðabróti hvað ár er þetta? 90 eitthvað? Já, 96 eitthvað akkurat 96 kannski mér myndi það nefnilega ég gerði auglýsingar, tvær að þrjár auglýsingar teiknaði þig í þetta það var flott blað þá var það hugmyndin svo að við seldum auglýsingar og fengum listamenn til þess að búa til auglýsingar alveg rétt það voru að fá fyrirtæki sem að fjallu fyrir þessu en samt svona við fengum fyrir prentkostnaði eitthvað upp í prentkostnað en svo man ég að ég lenti í því að eitthvað fyrirtæki neitaði að borga það var ekki þín auglýsing sko það var bara ósáttu við auglýsinguna þeir neituðu að borga ég man eftir því þeir neituðu að borga eina hugmynd frá mér sem var það var Íslandsbanki Mér fannst það svona soldið hallaríslegt Þetta vil ekki taka þátt í þessu svo var þetta ekki að þannig upphæðir heldur sko ég man eftir þessu sko Þetta verða bara stolt og ánað þessu sko Þetta var flott blað mjög og mikið það var ég var að rifja þetta upp daginn sko þannig að var ég og Aldalóa kona mín voru í ritnefnd og svo Hallgrímur Helgason og Þorvaldur Þorsteinsson og Árni Óskarsson stórþýðandi var prófarkalesari stóð sig ótrúlega lagði sig svo mikið fram og þeir sem að lögðu til eins og þú og Egill Sæbjörnsson gerði forsíðurnar og bara hópur sem kom að þessu var alveg stórkostlegur sko. Það var nefnilega mjög flott og þarft líka. Þetta kom svona í lokin á þessum tíma sem við vorum að tala um á það sem er svona upphafsstafisárana sem að var svona, þetta var erfiðu tími það var svona ekki efnaðsleg uppsveifla og var langvarandi svona erfiðleikar mikið á auðu húsnæði, við fengum inni vorum með pop-up búði í Bankastræti og svo heldum við sýningu í Hafnarhúsinu þá var hann Hannes Sigursson og var sýningarstjórið með mér og áður en að listasafnið flutti inn vorum með 300 verk upp eftir öllu, svona salonsýning eftir svona 130 listamenn held ég voru alveg frá Sjöfn Har upp í Kristján Davíðsson og allt þar á milli Var þetta í salnum hans Knúts Brún? Nei, þetta var inn í Hafnarhúsinu sem er núna listasafnið en samt svona finnst mér að það hafi verið svona hærra til lofs heldur en þetta var mjög skemmtilegt sko og svo heldum við svona fundi inn í miðjunni vorum að ræða svona ýmislegt sem að tengdist listum
Hvar voru við í Bankastræti? Hvar voru þið í Bankastræti? Það sem að kaffitár var lengst af. Já. Því rými. Alveg rétt, já. Þá byggjum við til búð þar sem við seldum tímaritið og vorum líka með eitthvað svona fundi og eitthvað lera. Já. Þetta var svona tími, stundum ekki verið skemmtilegu tími þar sem vera að vera svona efnarsleg lægð. Já. Það voru oft mikið af húsnæði laust og líka svona fólk meira til í að gera alls konar hluti. Já. Þegar allir einhvern veginn á leiðinni eitthvað. Já. Þá Já. Þetta var, ég man eftir þessu sko, við höfðum svolítið að gera á smíðaverkstæðinu. Aðeins, ég var í svona stólum, sko, við gáttum rekið þetta verkstæð á þessum tíma, manni, sko. Og svo gerðu þeir líka hérna, þetta ekki Sónon Íslandur, var það ekki búið til á þessum tíma? Það eldra, held ég. Það alveg... það? Já, ég held að það sé fyrir. Strákarnir voru í því, sko, það var rosa verkefni, sko, sem þeir fengu þar. Já, það eru svona krakkar, fólk sem eldra en ég, sem hafa að koma með einhvern svona kultúr sem hafði kynnst á námsárunum, svona svipaðu þegar Gaukur og Stöng var opnaður. Þetta var svona kynslóð sem var síldakynslóðin sem var að koma og reyna að koma með inn í Reykjavík eitthvað svona kultúr. Já. Hver Týnda-kynslóðin? Hver var hún? Týnda? Já, það ekki Týnda? Nei. Nei, hvað sagður þau? Nei, ég man ekki. Týnda-kynslóðin í Ameríku kynslóðin á milli stríða, heldur. Já, milli stríða, það sú kynslóð, já. En svo upplifði ég mig sem svolítið svona týndu-kynslóðina. 68 kynslóðin var svo sterk eins og þess fólki sem bjó til Sólon og Gaukinn og bara alls konar hluti og næri alltaf yfirtökum í öllu. Er búin að taka yfir Rás 1 núna og spilar bara gömul bílalög. Og hún var svolítið stór og frek. Svo komum við þarna á eftir og svona áður en það verður eitthvað. Við erum svona kynslóð sem eiginlega ekki hægt að merkja með neinum hætti. Já. En eru við jafnaldrar? Ég veit hvað það er. Ég er fæddur 58. Já, ég er 3 árum yngri þú. Og 2 árum yngri en ég, já. Þú ert ekki í 68 kynslóðin, þú ert of ungur í það. Einhvern tímann var þetta kölluð kaldhæðna kynslóðin. Já. Af því að það var allt í einu, af því að kynslóðin sem eru undan, hún tekur svo mikið niðri fyrir, alltaf svo mikið að bjarga öllum heiminum og veit allt svo vel. Já. Og svo komum við á eftir og erum þá bara hæður svolítið að þessu öllu. Já. En kaldhæðin er ekki í þýsku lengur. Þannig að maður má ekki nefna þetta eiginlega, maður sé tilheyrir þessu tímabili. Það sem er svona, verið það svona efast flesta hluti. Já. Sem er ekki gott að byggja á. Já. En það sem ég finnst alltaf sko leiðilegasti eiginleikin, það er þessi hliðalínu persónan sem er alltaf á hliðalínunni og tekur aldrei eftir neinu nema því sem fer aflaga. Það heyrist aldrei í þeim fyrir en eitthvað mistekst. Já, ég sagði þetta sko. Ég sagði þetta myndi aldrei lukkast. Já. Það er akkurat. Þetta alls að hafa nokkuð tíma sagt það sko. Já. Þetta pirrar mig. Þetta fólk pirrar mig alltaf rosalega mikið. Enda ert þú verkmaður? Viltu ekki það? Já. Ég verði að vera það. En spurningin var, hvenær manstu fyrst eftir þér? Ég man fyrst eftir mér í kjallaranum hjá ömmu á Hlíðavegi 30A. Á manni eftir mér. Ég man eftir að ég lá í rúmi og horfði á mynd á veggnum. Sko, svo er ekki neitt, svo bara er blackout. Svo bara blackout alveg, örugglega 4 ár, sko. En ég man, það er svo merkilegt, ég horfði á mynd af bróðir hans afa, sem var á veggnum, og ég horfði mest á slaufuna sem hann var með. Hann var með svona hálsbúnað, ekki beint slaufa. Já. En ég man að ég horfði á þetta, sko, því ég sé þessa mynd svo einhvern tímann, einhverju seinna þegar bróður hans pappa býr hérna í kjallarann, þá sé ég þessa mynd og þá myndi ég eftir að hafa séð hana sem bara barn og niður vöggu. Svo skrítið. Svo unga barn. Ein svona minning, skilurðu. Bara ein svona minning og svo bara... Svo er þetta bara um 6 ára? Svo bara um 6 ára, skilurðu. Já, eitthvað svoleiðis, sko. En hver var ammaðinn? Hver var ammaðinn? Geirlaug Guðmundsdóttir hét hún. Þau voru bændafólk og hún á hérna
Lykkju á Kjalarnesi. Afi var bóndi þar. Þau byggðu fyrst bú upp á Tinnstöðum, Miðdal. Byrjuðu þar búskap, amma og afi. En þau eru svona, Kjalarnes fólk. En fluttu í bæinn? Já, afi fekk berkla og þau fluttu Kópavoginn. Þeir eru voru fullorðið fólk, sko. Það var alltaf hjá mér, sko, var það þannig. Ég fór í sveit, sko, alveg frá því ég var bara smástrákur, sko. Og það var einhvern veginn, ég passaði alveg inn í það, algjörlega. Það var eitthvað sem ég algjörlega skildi, sko, öll verk þar. Og það var eitthvað, sko, það hefði kannski gerst að ég hefði orðið bóndi. Það hefði alveg getað gerst, sko. Það var ekkit svo sem erfitt að verða bóndi þegar ég var í sveit sem krakki. Það var ekki þannig, það var eftirsótt eins og það í dag, held ég. Ég meina, þetta er stór bú í dag, skilurðu. En kvótinn var að koma, framleiðslukvótinn var að koma á þessum tíma og þá breyttist allt rosalega mikið. Það var verið að reyna að hemja þessi smjörfjöll og mjólkurfjöll eða hvað þetta hét, sko, sem voru að myndast hér og þar og þetta ójafnvægi sem var í framleiðslu og það var gert með niðurskurði og kvótasetningu. Og þá, sko, ég náttúrulega hafði ekkert, sko, til þess að erfa. Ég hefði, það var löngu farið og við áttum mikið Tinnstaði. Og það þannig að þessi einhver veröld í sveitinni sem átti betur við þig heldur en veröldin í malbygginu? Algjörlega. Það var, mér leið bara vel. Það er sem ég leið líka vel út á sjó. Mér leið alltaf vel út á sjó. Þetta, sko, það var bara einhvern veginn svo mikill partur af mér. Það var sko, alltaf ég fór út á sjóin, þá bara leið og búið að leysa og maður fann, sko, maður var komin á stím, þá var bara allt skilið eftir einhvern veginn og þú varst bara stattur þarna í þessum heimi sem að fungeraði alveg. Það er náttúrulega, þetta er svolítið svona einfalt samfélag út á sjó. Já, einfalt og gott. Já, ég segi það oft, sko, ég var að sjó með alls konar liði, sko, en sko, versti vinnustæði sem ég unnið á var Listaháskóli Íslands. Það er versti vinnustæði sem ég unnið á. Af hverju? Bara, hann var óheiðarlegur vinnustæður. Óheiðarlegur og einhvern veginn líka maður var vitni að því það var verið að eyðileggja skóla sem var frábær og öllu einhvern veginn tróðið þarna inn eins og til þess að leysa eitthvað, sko, sem var stjórnunarlegt, ekki sköpunarlega. Ekki gæti ég séð það, sko. En þetta er versti vinnustæður sem ég unnið á. Og ég man þegar ég var eitthvað hálfpartinn svona, ég misti vinnuna þarna út af samstuði við yfirmann og ég man þegar ég fór bara aftur að smíða og launin minn hækkuð helming og vinnutími styttist helming. Þannig að þú getur ímynda hvernig þetta hefur verið. En það er svolítið öryggi að vera út á sjó af því að þetta er fámennur hópur, þetta er svona skiljanlegt samfélag og oft er þetta svona ljóst alveg hvers fyrir sig og hristist fljótlega saman. Stundum sér maður svona sjómenn svona í landi, svolítið óöryggir svona, haldandi á bakka, veit ekki, er þetta kaffetería, er þjónandi borðs eða eins og sé svona, það sé ekki alveg á heimavelli. Já. Varstu þannig að það sé best að vera bara borð í sjó eða í sveit þar sem að bóndinn í sveit er það stundum þannig að sá sem er yngstur, hann gerir allt sem hann getur, sá sem er næst yngstur, hann gerir allt sem hann getur sem hinn gerir ekki, svo endar þetta með því að bóndinn hann gerir það sem að leggur sig kannski eftir mati með tíman yfir andlitinu. Sko, ég held að, sko, þegar ég er ungum maður í sveit, sko, þá var keppikefli að fá að vera með það sem kallað er bara reynslu, fá hands-on experience, fá að taka á hlutum og gera hluti. Þannig að það var svolítið keppni á milli vinnumannana að fá að taka í hluti og fá að gera þá. Það var svona... Fá að keyra traktorinn? Já, allt bara, öll verk. En að meiri segja, sko, ekki verk sem að manni, sko, leið vel yfir, því svo taka þátt í að aflífa skepnur og svona, sko. En þetta var svona einhvern veginn hlut af þessu öllu saman og ég man að, sko, af því að það var einhvern veginn svona blundað í mér að
þetta væri kannski eitthvað sem ég myndi alltaf gera. Ég man þetta svona karakteri sem maður kynntist hérna þegar ég var, sko, ég í sveit norður í landi, þá ég ráðsmaður á stóru búi og hérna og þar var maður sem ég kynntist sem ég var að vinna með í byggingavinnu, en hann var svona sveitasmiður, það var kall sem að bara þvældist bjó bara á því búi sem hann var á og hérna með hund, einn hund sem að vantaði hluta fæti á hann Jósef held ég hann að við heitað, Jósef ekki hundur þegar maðurinn og hérna og svona kall sem sagði aldrei neitt hann bara gaf skipanir sko og svo bara áttu maður að gera og bara þegja en ég bara rosalega mikla virðingu fyrir hann, þetta mikill handverksmaður og flinkur og ég spurði hann eins og hvað er það ekki í kaup fyrir þetta? Ég vil ekki hátt kaup svo sagði hann ekkert meira ég vil ekki hátt kaup ég er ekkert okkur að sagði það en ég spurði hann líka hundin okkur vantar á fótinn á hundinum þá sagði hann á að vera svona engin útskýring hann á að vera svona og þetta svona einhvern veginn þetta griftist inn í höfuðu þessi tvö atriði meðan Jósef blessaðan kallinn sem núna horfinn Þú horfður upp til hans Þú horfður upp til hans og vildi verða eins og hann Já, þessi svona týpur sem voru bara svona venjulegt fólk skilur, alveg svo foreldrar mínu venjulegt og gott fólk svona fólk með svona venjulegt verðmætamat og hérna og sko mamma mínur verður 101 árs í dag hún á afmæli í dag og hérna ég er að fara í afmæli á eftir og hérna sko manneskja sem að sko átti fullt af börnum og hérna og ólðu öllu upp og var algjör skass og það ennþá Hvernig skass? Bara svona skapmikil kona og hérna stjórnaði öllu með harðri hendi og pabbi sagði aldrei neitt ég man fyrsta setningi sem hann sagði við mig pabbi sagði við mig hérna, viltu taka bílpróf? Fyrsta setningin? Já, svona ég man eftir sko hann var náttúrulega skammaður reglulega sko við bræðurnir við vorum eins og skammaðir sko einhvern tíma komum við grenniti heim ég og eldri bróður minn eða hvort það var yngri bróður minn, ég man það ekki en hann sagði svona, hvað, okkur grennið þið? Við vorum lamdir hérna upp á hlíða við 20 hverju gerðu það? Strákarnarnar spjöts já, báðir afa þeirra voru sauðaþjófar þetta vissi hann hérna sko, þetta er þetta gamla íslenska skilur, þú þekkja ættir, þú þekkja sögu ættana sko, og geta alltaf verið með það sem skiptimynd í öllum samtölum og mamma er svona líka mamma hérna sko, hún skammaðist og talaði og gerir það ennþá hún er ennþá sko sagt, í þessu hlutverki blessunin Það er oft þannig að konunnar reka heimilinn og fjölskyldunar og kallanir fá stundum þess að fá að gera það ekki og vera þá svona mildari þannig var það í minni fjölskyldu þess að amma var mikill ég segi ekki harðstjóri en mjög ákveðinn setti allar reglur en afi fekk að hafa bara mjúkan faðm sem allir sóttust í Er þetta ekki bara alheimslega þannig? Er þetta ekki þannig að konan hún á heimilið þannig að hún er harðstjóri þar? Sjómannsfjölskyldum er það þannig því að sjómaðurinn er meira og minna hann getur ekki stýrt neinu heimilinu það er kona sem heldur heimilinu saman Já mamma er á norðan sko hún eru Eyjafirði og hérna og sko þetta er langlíft kyn það verður gamalt og alltaf með skoðanur öllu og hérna og sko hún hlustaði sko, ég held hún hlustar ennþá á útvarp og fylgist með sko í pólitík og hérna Og hvað er hún í pólitík? Mamma ég myndi segja að mamma var í hægri sinnuð sko, já, ég myndi nú segja það ég veit ekki hvort að systkini mér taki undir þetta veit það ekki já Þannig þetta ekki endilega svona flokkspólitík nei, hún er það ekki nei
En þetta með að báðir afa þeirra hafi verið sauðaþjófar, það svona trú á því að þetta bara í óheiðarleikin, rennur niður þessa ætt og ekki furða þótt að þeir hafi verið að lemja ykkur. Þá þetta svona trú inn í þess ættfræði að eiginleikar bara færist á milli kynslóða. Trúir þú því? Ert þú foreldrar þínir? Já, ég alveg... Æ, meira kannski? Já, maður streyttist á móti því, en maður sko, já, ég alveg sannfærður það að maður fer í sömu stellingarnar og foreldrar manns, sko, það ekkert sem eitt annað sem kallar svo sem á það, sko, og ég náttúrulega líka, sko, ég á dóttir og Spurður hana hvort þú vildi taka bílpróf? Nei. Sko, pabbi var að leysa vandamál með að láta mig læra á bíl hjá vini sínum sem hann skuldaði pening. Og eða hvort það var öfugt, sko. Það var einhvern veginn þannig að hann átti inni hjá honum. Já, þetta var einhvern veginn, það voru skipta á einhverju vinnu, sko. Skiptidíll. Já. Og ég lærði á bíl hjá svona kalli sem var alveg ágætis kall, vinu pappa. Sko, pabbi á lögga og Jón Gnarr var síðustu helgi í stólum sem þú situr í. Já. Pabbi hans var líka lögga. Þau voru vaktfélagar, pabbi og pappar okkar, sko. Það var rosalegt þegar hann var að lýsa því að mammans rak hann inn í herbergi, hringdi í pappan til þess að raskjallan. Svo kom löggubíllinn og pappin inn í löggubúning, inn í herbergi og raskjallan. Já, við fengum ekki svona þjónustu heimi á mér. Nei, pappi skammaði okkur allt. Hann einu sem skammaði hann mig þegar ég var krakki. Og ég man eftir því, sko, að það var þannig að við tókum hrekkjusvín sem hafði verið að hrekkja systur okkar og við náðum honum og við gátum, sko, handsama hann og haldið honum og föngnum, skilurðu, inn í listikar í Kópavogi og svo slapp hann náttúrulega, sko, og svo ég kom heim, þá varu foreldrarnir búin að koma heim og kvarta undan mér að því ég hefði þekkst þarna og pabbi sagði hvað varst þú að gera? Hvað var ég að gera? Varst þú að taka þátt í því í að hefta ferðafrelsi annarra manneskju? Og ég sagði, nei, jú, það sást tíðin í listigarðinum. Já, hann hrekkjusvín, sagði ég. Já, það má enginn gera þetta algjörlega bannað. Þetta er algjörlega bannað. Þú mátt aldrei taka þátt í neinu svona lögu. Þetta samsæri gegn frjálsborinni mannesku og að hefta ferðarfrelsi, það kom bara einhver romsa og ég vil ekki hafa og taka þátt í svona lögu og ég ger þetta aldrei aftur. Þetta virkaði. Já, þetta er svona, já. Það er annað sem ég spyr fólkum því ég er með svona félagsfræði rannsóknir. Upplifðirðu þegar þú varst barn að þú værir elskaður og velkominn? Af foreldrum mínum? Já. Bara í heiminum? Já, það var svo sem ekki neitt rosa tími fyrir atlot, skilurðu, en ég man eftir því, sko, þegar ég upplifði það alveg. Sko, og ég líka upplifði eitt, sko, að þetta var stór fjölskylda, þá var þessu dreift niður á hópinn, skilurðu. Það var ekki hægt að... Ég öfundaði oft vini mín sem voru einbirni, eða kannski tvö systkini, að það var meiri tími fyrir þau. Svona. En við vorum svo mörg, sko. Og hvað eru þau mörg? Eða voruð? Við vorum 6 systkini. Og hvað er þú í rauninni? Ég á 3 yngri og 2 eldri. Elsti bróður okkar er farinn, sko, hann dáinn. Þannig þú ert svona eitt af týnduböndunum. Það sá sem er elstur, hann fær svona einhver athygli og sá sem er yngstur, hann getur oft orðið svona augnakall allra. Hann er það. Það er oft svona relief fyrir fjölskylduna. Ég var að hlusta á þetta, ef hann er að gera það, þá er það þannig. Já. Nei, sko, veistu það, ég var ekkert, sko, neitt. Ég var ekkert endilega að sækjast eftir því neitt, sko. Og ekki svarti sauðurinn? Jú, seinna meir. Þá var ég það. Þá var ég svarti sauðurinn að því ég náttúrulega var slarkari, sko. Var drykkjumaður. Og ég olli föður mínum miklum áhyggjum. Ég veit það.
og en nú hef ég ekki gert það lengi og lausi það sko. En Byrjar þá ungur að drekka sem barn og unglingur? Nei, reynda ekki. Ég byrjaði seint. Ég byrjaði bara, þú veist, má segja eftir bílprófsaldur. En af hverju átti þetta ekki við því að vera drykkjumaður? Það átti alveg við mig. Sko, já, það átti alveg við mig, sko, það var bara, sko, þetta kostaði peninga að drekka og sko, en þegar ég hafði fjárráð til þess að gera það, þá gerði ég það alveg ótæpilega og það svona ekki, sko, ef ég rifja upp svona, sko, þá myndi ég segja það, sko, það eitthvað sem ég hef alltaf þótt verst við mig. Það það að hafa drukkið á mikið. Það finnst mér alltaf það ömurlegasta úr fortíð minni. Og ég veit að ég hefði komið miklu meira í verk ef ég hefði ekki gert það, en ég reyndar á mig langa sögu í þessu að vera edrú, sko. En hvað það langur tími sem að áfengið skemmi fyrir þér? Ég myndi segja að það sé alveg bara frá 17 ára aldrei til 30, myndi ég segja. Og vantar hann að kapla svolítið í þig? Já, ég hugsa, sérðu eftir honum? Já, ég hugsa að ég hefði getað spilað betur úr honum ef ég hefði, sko, ekki verið drykkjumaður. En þetta ekki kaplið það sem þú ert velstur á sjó? Inn á milli, sko, ég náttúrulega líka í námi. Ég í námi sér svo að ég klárað bæði tækniskólan og svo kláraði ég líka myndlist- og handverksskólann og svo eru inn á milli ár þar sem ég meir og minna á sjó, sko. En sko, sjómennskan var mikil drykkja bara og mér alltaf þótt þetta, sko, því að sko, þú veist að, sko, þetta var mikill hluti af lífi listafólks var neysla áfengis og ég tók eftir því, sko, þegar ég að byrja í myndlist og ég að vinna fyrir myndlistamann að alltaf kreðsurnar sem ég að kynna þannig að það vín efst á baugi. Það var bara þannig. Allar veislur, allt gekk út á áfengi. Það náttúrulega bara heilu kynslóðurnar af íslensku listafólki sem það bara klippir af ferli þessa fólks. Já. Stórkostlegur skaði. Og ég stemdi í þetta líka, sko. Stórkostlegur skaði, sko. Og ég alveg ofsalega gladur yfir að hafa náð, sko, tökum á þessu, sko, því þetta einhvern veginn og ég var að rifjað upp, sko, við vorum að bæja út úr húsinu hóp af, út úr gulahúsinu hóp af mönnum sem hefðu lagst til svefns, pólskir kallar og við vorum að eiga samskipti við þá, sko, og mér fannst þess að ég var að tala við bara Íslendinga. Þeir voru nákvæmlega eins og Íslendingar drukknir og það áttaði mig á því að þetta að vera í þessar heimi breytið þér bara í eina gerð af mannesku. Bara í eina gerð, það bara ein tegund til. Drykkjumaður, úrvalið ein tegund. Hún allstað hvar sem hún finnur hana. Rawalpindi, Reykjavík, Helsingi, það allar eins. Og það finna sér líka saman. Þau eru með svona loftnett, þannig að þú getur fundið drykkjufélaga, skynja það á öðru fólki. Já, ég horfði með þetta á nokkra kom út úr bíl út á Granda þegar þeir voru með svona heimilið þar fyrir karlmenn sem voru á götunni og þeir komu 3 út í leigubíl og þegar leigubíl var farið þá föðmuðust þeir. Það er svolítið fallið. Voru búin að sitja saman í leigubílum neðan úr bæ. Samt áttuð alltaf tíma til þess að faðmast, skilur og það var falleg. Þetta samkennd og samstaða oft í þessum hópi. Það er þetta kvarta yfir því kannski svona eldri fyllibitur og rónar og útigámsmenn að með harðari efnum að þá sé ekki sami mórallinn og áður var. Já, ég trúi því alveg, sko. Sé erfiðari. Já, ég trúi því alveg og það sé öðruvísi, sko. En af hverju drekkur þú í þig alkoholisma? Er alkoholismi í ættinni?
Trúir því að þetta sé erfist geníst? Ég veit að ég þori ekki að fullir það, sko. Nú er mikið talað áföll, að þeir sem að vera að drekka eru self-medication út af áföllum. Já, einhverju gera það. Ég er ekki að lítið úr því, sko. En það er ekki mínu tilviki. Ég drakka því mér var það gaman. En ég taldi mig að vera að skemmta mér. Svo bara allt í einu þá ertu búin að drekka of mikið að þú ert orðinn narki. Já, það sem er verst við þetta, það er sóunin. Það er sóun, en hún er á öllum vígstöðum. Sóun og tíma, peningum og svo mörgum öðrum gæðum. Tilfinningum. Já. Og klúðri, endurist klúðra hlutum, klúðra ástamálum, klúðra öllu. Það er svo sorglegt. Skilurðu, það er það sem er sorglegast við þetta. Það er klúðurinn. Og það er það sem ég sé mest eftir. Og en það líka gerir mann að því sem maður er. Það er sem að mér langaði að spyrja því að þú sagðir eins og sæir eftir þessu. Er það að þú sagðir að þú sæir eftir þessu tíma? Þetta verði það sem þú sæir mest eftir í lífinu? Já, það var sóa tímanum þarna. Já. Er þetta þannig að þú ert ennþá kannski bara bráðum 40 árum og eftir seinna? Er ennþá að koma yfir því eitthvað svona ónóta tilfinning yfir að hafa verið í einhverjum aðstæðum eða gert eitthvað eða gert ekki eitthvað? Já, ég kannski lifi ekki alveg í þessu ástandi, sko, en það kemur alveg, eins og þú lýstir, kemur alveg yfir mig, ég rifja upp og hugsa svona, þetta hefði nú mátt fara betur. Og það er alltaf sami sökutólkurinn, skilurðu. Það er það að vera, sko, í óreglu. Gamla íslenska orðið óregla er svolítið gott orðið yfir þetta, af því að þetta er óregla á öllum lífsviðum, öllum sviðum, skilurðu. Og ójafnvægi og óregla. Og það er kannski, að því maður hefði getað einbeitt sig svo vel að því sem maður var að gera ef maður hefði ekki gert þetta. Og En á móti kemur að þú ert náttúrulega bara það sem þú ert. Akkurat. Og þetta er tímabil sem að mótaði þig og það að ímynda sér að þetta væri ekki, að það ert eiginlega ímyndar að þú sért bara eitthvað allt annað þú ert, sem er eiginlega ómögulegt. Já, maður getur ekki, raunverulega, þá er það bara kleifhyggja að reyna að fara að ætla sér að segja það að maður hefði ekki orðið þetta, sko. En það er bara, sko, hins vegar, sko, það er óvirðingin sem maður sýnir sjálfum sér og umhverfi sínu og lífsgæðum með því að gera þetta. Það er óvirðingin, sko, af því að þetta er það og eitt vinur mér sagði, sko, þetta er ekki einkamál. Þetta er ekki einkamál, neysla er ekki einkamál, bara alls ekki. Og þegar fólk hættir þessari neyslu þá bjargar að fullt af fólki í kringum sig sem eru fórnarlömb. Og þegar ég hætti endalega fyrir 15 árum síðan tæpum, þá man ég að, sko, að það var bara efst í huga á mér, það var bara að laga til allstaðar í kringum mig, bara systkini mín, foreldrar, alla, bara laga almennilega til og ég gerði það, af því ég vildi þetta var í lagi og ég vildi vera þessi típa, sko, af því ég var hvað sem er á svo mörgum öðrum sviðum, skilurðu. Þannig að mér tókst það. Mér tókst að laga þetta algjörlega og ég er þakkláttur fyrir það að hafa fengið tækifæri til þess og ég er svo þakkláttur líka fyrir þessa vinnu sem ég hef. Skilurðu, vinna sem ég hef núna, sko, ég er endur í sumarfríi eins og allir kennarar, sko. Það er bara besta vinna sem ég getur fengið í þeirri stöðu sem ég er, skilurðu, að vera, sko, sem sagt, vera óvirkur alkohólisti. Af því að hún veiti þér innsæi. Hún gefur þig gríðarlegt innsæi. Þú ert að tala við krakka og þú ert að hlusta á þau og þú ert að nota allt sem þú hefur, öll tæki sem þú hefur, öll vopni sem þú hefur, til þess að finna leið út úr vanda einstaklingsins. Og ég er ekki að segja að ég hafi orðið alkohólisti til þess að geta orðið svona góðu kennari, ég er ekki að segja það. En ég er svo þakkláttur fyrir það að hafa haldið þessari vinnu, að ég hef ekki mist hana, skilurðu. Og líka hún gefur mér þessa reynslu. Ég beiti þessari taktík, sko, að hlusta vel og taka eftir og reyna að fá nemandann til þess að tala það, vandann og það er tækni sem ég hef lært, skilurðu. Það er svona sagt að það sé fínt að fara til helvítis þegar maður ratar þar út. Það er svona að það er allt í lagi að hafa farið í gegnum dimma dali ef maður sleppur út. Það getur verið mikilvæg reynsla. Það er grunnstefið í mjög mörgum af þessum sögum. Það er grunnstefið, sko, það er það að fara í ræsið og
og rísa upp aftur. Já, það er... Kannski þetta bara því að fólk sem hefur farið í ræsið, það þarf vel að heyra þetta, að það sé eitthvað gildi í því, að það sé ekki fullkomin sóun tímans. Þú meina þessi plott? Ég veit ekki, kannski bara það sem að fólk finnst þægilegt að heyra. Já, kannski, ég veit það ekki. En svo kemur oft fólk sem hefur lent í einhverju slíku að það finnst vera svona, eins og vanti svona substans í þá sem aldrei hafa lent í neinu slæmu. Já. Það sé svona eitthvað grinnra í svona upplifun þess á samfélaginu og öðru fólki og sjálfu sér. Já. En það er náttúrulega hryllilegt að verða sjálfur, vera vonbrigði með sjálfa sig. Það er ekki eftir svona verð. Nei, ég veit það. Ég segi náttúrulega, ég lifi ekki í þeirri hugmynd, skilur, en það kemur, en svo stundum sko, þá maður myndur á eitthvað sem maður gerðist hjá manni, sko, það sem maður fór illa með það sem var rétt að manni, maður fór illa með það og af einhverjum ástæðum þá hafði maður ekki þroska til þess að bregðast rétt við. Og það er skilurðu, erfitt að átta sig á því. Þetta verður aldrei lagað, það mun aldrei breytast. En þannig bara hlutirnir, þeir eru bara svona. Og þetta er ágætis áminning, sko. Halda bara skikk og halda sjó og vera, eins og kallaðir almennilegur maður. Pabbi hrósaði aldrei fólki. Þannig að ættin hans gerði lítið að því að hrósa. Ekki mikið allavega. En hann sagði alltaf, sko, það var þegar ef hann hrósaði einhver þá sagði hann þetta er almennilegt fólk. Það var efsta stig hrósins, almennilegt fólk. Og En skammaði hann fólk? Skammaði hann? Nei. Hann skammaði okkur sískina, hann skammaði mig einu sinni, eins og ég sagði á hann, sko. Nei, pabbi var voða, þetta er einu maðurinn sem ég man eftir sem að gat fengið sér áfengi og lesið bækur. Það hef ég aldrei getað gert. Hann gat það. Settið í hægindastól og drukkið viski og lesið bækur? Húlskam séniver. Og lesið bækur. Hann gat þetta. Mér fannst þetta alltaf svolítið sérstakur eiginleiki. Og ákveði hugprýði yfir þessu. Hann fór í bókasafn og náði sér í bækur og svo las hann. Sko. Þú sagðir að fólkið þetta væri svona venjulegt fólk. Svona venjulegt alþýðu fólk. Já. En pabbinn að lesa bækur og svona, það er eitt sem að maður velti fyrir sér að svona tímum þegar við erum alast upp að það var svona einhver svona menning inn á öllum heimilum. Já. Mismikið lagt upp úr bóklestri Já, það var heimi á mér mikið lagt upp úr bóklestri og ætlast til þess að þú væri mikið rifrildum bækur og ætlast til þess að þú væri svona sæmilega að þér í Laxness og Þórbergi og Íslendingasögunum eða hvað? Já, nei, það var aldrei þannig, sko, það var aldrei pabbi rétti manni bækur til þess að segja þessi skemmtileg bók lestu þetta, svona vitalsbækur sem ég las nokkrar og svo las maður Peter Frauche náttúrulega, allan og Laxness og Þórberg, já, en hann var ekkert endilega, sko, að það var ekki neitt sko engin skildi en eitt svoleiðis, það var aðalega bara til að hafa gaman af því, en það var mikið rifust bækur heima, pabbi að rífast við kollega sína, þeir lásu allir mikið, sko, og þeir rifust og ég man, sko, þeir rifust einu sinni svo svakalega bók Kapítóla hver skrifaði hann aftur? Ég man ekki þeir rifust ég hef ekki heyrt þetta nefnt bara í 40 ár, sko. Kapítóla, hét hún örugglega hver var það? Ég hef aldrei lesið hana. Hérna er ein sem heitir Kapítóla eftir Eden Southworth. Nei, þetta var örugglega íslenskt nafn. Ég held ég sé að fara rétt með nafni Kapítóla. Æja. En þeir voru Nei, þetta er Kapítóla er skáldsaga eftir bandaríska rithöfundinn E.D.E.N. Southworth, skáldsaga heitir á frummálinu Hætt en hend, sagan kom út á íslensku í bókaflokknum Sögusafn heimilanna og varð feiknivinsæl. Börn voru skýrð Kapítóla eftir sögutinni
Jónas frá Hriflu flutti frægan fyrirlestur árið 1909 en það deildana og Jóhannsson fasteignasala og hvað hann spilla íslenskri æsku með því að þýða á íslensku reyfara eins og Kapítólu. Fyrirlestur Jónasar var síðan prentaður í Ingólfi, málgagni landvendarmanna. Þorbergur Þórðarsson talar Kapítólu stíl sem eina tegund ritstíls og vísar þar til nýðskrifa Jónasar Kapítólu. Nú, þetta sennilega bókin. Já, þeir rifust þetta, kallarnir, sko. Þeir rifust þessa bók. Hvort það verið góð bók eða spillandi. Já, sætilega. Ég las hann aldrei þessa bók. Og hef aldrei séð hana neins staðar. Ég fer svolítið á í bókina og já, en hef aldrei séð þessa bók. Gaman að lesa það fyrst að maður hefur nú tilefni til þess núna. Já. Og kannski líka vegna þess að hægt og bítandi þá verður alltaf líkari í pabbaðinum, eða ekki? Ég systur mín að segja það. Já. Verða þá það sem þú ert að segja og fasið eða göngulagið eða hvernig þú berði og... Já, ég hugsa það, sko. Ég tek ekki eftir þessu sjálfur, sko. Ég þykir vænt það? Já, ég þykir vænt það. Finnst þér það gott að verða líkari föðunum? Pabbi var einstaklega góður maður og góður kall og heiðarlegur og sanngjarn og hann lagði ofboðslega mikið upp úr því við okkur systkinin, heiðarleika. Og þetta góður eiginleiki að líkjast að taka upp þennan eiginleika og þetta hefur alltaf verið mjög ríkt í mér, sko, að bregðast rétt við, segja satt og að vera heiðarlegur og sanngjarn. Og það hef ég frá kalli föður mínum. Það almennilegt fólk eins og pabbi. Almennilegt fólk, sko, já. Og ég held að afi hafi verið líka, afi var svona góðmenni, sko. Daniel afi, þetta var góður maður. Sem þú skýrður eftir? Sem ég skýrði í höfuð á, já. Og ég alnafn hans, sko. Já, hann var góður og heill maður og ég man mjög lítið eftir honum. Hann deyr, sko, þegar ég bara smábarn, sko, en ég man samt eftir honum. Ég man eftir, ég óskaði þess þegar hann hélt á mér heimi og ömmu og hlíðavinum og hélt hann á mér og þá sá ég hvað ég var hátt uppi og ég óskaði þess ég vil vera svona stór. Ég fekk það. En hann var yfir 2 metrar. Já, afi var 203 sentimetrar, skils mér. Þannig að þú ert svona drumbur frá honum. Já. Þú hefur verið sterkur alltaf, eða ekki? Ég er ekkert rosalega sterkur. Nei, ég og kollega í myndlistarmennu sem taka mig í sjómann. Þannig að ég er ekkert, sko, það sterkur, sko. Eru þið í því þegar þið hittist? Nei, einhvern tíma gerði við þetta. Já. Keli tók mig í sjómann. Keli vinn minn, Hrafngill Sigurðsson, hann tók mig í sjómann. Hann er svona mjórri og lægri heldur þú? Hann er nú sterkur, sko. Nei, þetta var einhvern tíma bara einhverju brýri og gerði við þetta. Nei, ég er ekkert rosalega sterkur. Ég er ágætlega hraustur, sko, það er ekkert svona að mér þannig lagað, sko. Og hefur ekki verið með eina svona kvilla þannig lagað, sko. Og já. Þú sagðir að það veri bara stutt í það að þú farir á eftirlaun? Já, það er bara þessi mánuður núna. Ég verð komin á aldur núna í júni. Júni, þessi mánuður. Mamma þín er 101 árs. 101 árs. Já. Þannig að þú sér fram á svona 35 ár sem eftirlaunamaður. Það er bara eiginlega heila mannsæfi, sko. Nei, sko, Gunnar Smári, þegar ég er án áttræður, sko, þá ætla ég að banka upp á hjá þér og beða að lána mér pening fyrir áfengi. Ég ætla að byrja að drekka aftur. Ég ætla ekki að vera svona gamall. Það er ekki gott að vera gamall í þessu samfélagi. Nei, það er ekki. Fólk flýr svolítið þegar fer til Spánar. Já, ég veit það. Ég algjört óþol á því, sko. Okkar kynst að það er líka að fara enn sunnar þar sem er ódýrar að lifa, sko. Við endum ekki í Marakó eða... Já. Ég vil bara vera gamall hérna, en mér langar ekki að vera svona rosalega gamall, sko. En mamma þín er Ern og rífur kjafta ennþá og hlustar á Já, pólitík? mamma er alveg þokkalega Ern, sko. Hún varð gömul þegar hún varð 100 ára. Ég sá það alveg á henni, við sáum öll sískinin, að það var eins og þessi spenna var í farin, sko, náður sem aldrei og svo já, hún varð sér 100 ára á 100 ára afmælinu sínu. En hún var það ekki áður, skilurðu. Hún var yngri fyrir afmælið.
Hún var náttúrulega bara að verða 100 sem er svona... Já, það var alltaf áfengi. Það er komin á annað 100, hérna, eins og það er sagt að við komin á 70-aldur þegar við vorum 60, þá var hún náttúrulega komin á aðra öldina. Já. Það er svolítið stórt. Já. Frænka okkar var 110 ára. Dóra, hún var 110 ára. Hún var þú getur átt 45 ára eftir. Þú getur átt 45 ára eftir. Já. Finnst þér það eftirsóknarvert að verða, sko veistu það er allir farnir, það er allt farið í kringu því sem að tengir því við sjálfa þig, sko, ef við tölum okkur sjálf sem frá fæðingu til þess dags sem við lifum, sko, þessi svo vinir mínir, sko, í kringum mig sem eru jafngamlir en mér, að, sko, ég vil ekki vera, sko, einn eftir. Síðastur. Nei, sko, ég er svo sem ég hef engin ráð til þess að stoppa það. Fjölskyldur geta hins vegar verið svona gjöfular að það fæðist alltaf nýr og nýr, en kannski munum kannski ekki mikið að barnabörnunum koma í heimsóknin, þessi slitnar aðeins þráðurinn. Já. Já, svo lítur það að vera erfitt að þú kannski 100 ára og börnin kom í heimsókn og þau eru bara gamalmenni. Já. Já, ég var einmitt mynd einhvers staðar til af þeim frænkunum mínum, Dóru og dóttirinni, og þá eru þær báðar náttúrulega fjörgamlar konur, sko. Og hérna, þetta er svo afstætt, sko. En báðar, tilvitið það er líka allar ernar, það er ekki neitt rugl í höfðinu, það er alveg bara knallskýrar. Það er svolítið... þú skýr í kollinum? Ég, sko, já, ég finn ekki fyrir neinu þannig að ég sé orðinn gamall maður, ég finn það ekki. Ég minnið ekki byrjaði að bresta aðeins? Nei, við vorum að tala um daginn strákarnir hérna, að því við vortum erfitt með að finna nöfn. Hvað heitir hann, hvað heitir þessi, hvað heitir hann? Þú þekkir þetta? Ég hef alltaf verið svona. Hérna bróðurinn hvað heitir hann sem var einu sinni með honum, hvað heitir hann? Þetta getur verið svona. En hérna ég með, sko, svo ég með ágætis, sko... Minnið fyrst stundu svona, til dæmis, gamli kallar getur gleymt í að renna buxnaklaufinni. Það fyrir svona skammtíma minnið. Og manst ekki hvort þú varst búin að taka lyfið þín, tekur 2 skammt. Já, ég held að maður sé orðinn gamall þegar einhver segir við mann, sko, þegar hjúkrunarfræðingur segir við mann, hvernig voru hægðirnar okkar? Þá er orðinn gamall. En ég skjóta ég að hérna er maður sem er aðeins aldrei ég, hann sagði það að hann hefði verið komið svona tökur dauðakvíða, þá ákvað hann allt í einu daginn, heyrðu, ég ætla að vera 100 ára. Þá bara fekk hann allt í einu, sko, 25 ár. Og óskaði þess? Já, hann bara fannst það bara að vera betra að vera 75 ára. Já. Og upplifaði að hann ætla að vera 100 ára. Heldur en að vera eitthvað að finnast þess og dauðinn sé bara komin á eftir þér. Já, ég skil. Já, en hann bara frestaði öllum svona dauðakvíða og lifnaði allur við og var, vildi fara að upplifa samfélagið og ekki vera bara eins og maður sé að pakka saman og fara að kveðja alla, sko. Já. Sko... Því að það er náttúrulega þessi tímabil sem að fólk fær, sem að er heppið og er með góða heilsu. Þá er náttúrulega fólk að fá ansi langan tíma svona á efri árum. Já, þetta, sko, ef að heilsan er í lagi, þá svo sem er það allt í lagi, sko. En myndlistin, það er svona arkitektar verða betri með aldrinum. Já, myndlistamenn verða sennilega líka betri, sko. Það er kannski, sko, ég og einn vinn sem er fullorðinn og hann er frábær myndlistamaður ennþá og ekkert að þar, sko. Ég nefndi Kristján Davíðsson, hann var að mála alveg fram á tíræðisaldur. Já. Og með viski í glasinu. Var það? Ég kynntist honum aðeins, ég var svona næstu heimagangur á heimilinu þegar ég var ungur, barn. Já. Og þá kynntist Kristján aðeins. Ég held að hann var líka... Hann var svona eins og þú, hann var svona stór og mikill og þrekinn og ég held að hann hefði bara þólað það að drekka þess.
hann var alveg frábær, hann var að kenna sko, hann var að kenna í sama stigagangi sko og deildin var sem ég var í sko, kenndi málaradeild og einhvern tíma heldum við partí sko og boðum til partísins með mat og svona, sögðum við að vera matur og svona súpa og eitthvað svona og eitthvað glens og hann mætti, svo kom hann í eftirpartí út í bæ og svo þegar við vorum að laumast á borginni í leigubíl og það var þetta sænsk stúlka hérna í máladeildinni sem ég man ekki hvað heitir hérna, eða hvort hún var í auglýsingadeild opaslega myndaleg stelpa og hérna og þegar við vorum að keyra í burtu þá kemur hann, bankar á gluggann sest frammi við hliðina á henni og fer að syngja sænskar hérna vísur fyrir hana og það bara, við strákarnir vorum hann aftur í, við urðum við svo aumingjar þannig var maður margvært eldri en við skilur við og hann bara fór bara með ástarljóð á sænsku sem hann söng það var fallegt þetta glæsilegur maður, Kristján. Já. Hann hlustaði mikið á músíka meðan hann var að mála. Hann lærði hann í Svíþjóð? Nei, í París. Já. Hann er af þessari svona kynslóð sem að fer í eftirstríðsárunum til Parísar sem er bara miðpunktur alheimsins. Akkurat. Hérna, Bellman, var hann ekki, það var Bellman sem hann var að syngja. Já. Og hann gerði það og hún stúlkan var alveg heilluð af því. Hann skildi gera þetta. Þetta er svolítið fallegt, sko. Hann var strákur frá Patrísfirði sem að enginn skildi held ég, akkur hérna vildi verða málari og fer út til Parísar og kemur og ég nefndi hann og bara að stundum er það eins og saman við arkitektúrin, það er eins og þegar menn eru búin að vera lengi að þá verða menn einhvern veginn svona frjálsar í forminu og geta einhvern veginn ráðið betur við eitthvað sem er rosalega erfitt og hann er náttúrulega dæmi sko pensillin hans verður eiginlega sko svona frjálsari og fallegri eftir því sem hann eldist sko. Kristján, hann er eiginlega alveg bara komin inn í einhverja aðra vídd þarna síðustu árin sko. Já. Svipað og gerir stundum með rithöfund að það bara slagnar einhvern veginn þegar menn eru orðnir eldri. Penni verður svona frjálsari. Þeir sem ekki verða leiðilegir sko. Já, nei, sko. Þannig að þú ert ekki hættur í myndlistinni? Nei. Ég vinn myndlistina alltaf eins. Sko, ég er svona einhvern tíma að vinna eitthvað, hugsa eitthvað, skilurðu, og bróta þetta í merkjar og svo geri ég eitthvað. Og hérna, en það er fyrir rosalega langur tími að hugsa, sko, ég er ekki heldur svona listamaður sem skissar eitthvað, ég geri það ekki. Stundum hef ég farið og ljósmyndað eitthvað sem ég hef haft áhuga á og svo bara líður langur tími og svo fer ég aftur og geri það. Og hérna, Þú notar myndar mikið? Þú myndar mikið, myndar fólk sem að þú hittir Já, ég hef alveg gríðarlegt safn af portréttum, alveg gríðarlegt safn sem ég langar að gefa einhvern tímann út ég á alveg fullt af efni sko og hérna, en ég er að taka ennþá á filmu til dæmis ég tek á filmu verðna þess að hérna, hún er hérna bara Framkalla sjálfur? Nei, ég gerði það því að maður svartkvít og framkallaði sjálfur en nú er þetta þessi heimur að hverfa Hvar getur þú framkallað litafilmu? Það er hérna hjá ljósmyndavörum í Skipholti en sem komið er, en þessi heimur er að fara og það er svolítið sorglegt ég er ekkert að segja hina græðina séu verri sko, það er bara það er eitthvað við hennan heim sem er svo sjarmerandi þennan kemiska heim filmunar sem er sjarmerandi og ég er ennþá að nota nú er þetta bara sko síðasta misseri sem ég geri það og hérna já, það búið að vera mikil breyting á stuttum tíma finnst mér sem að búið að úthýsa sko hlutum sem að maður lærði og maður lærði að meta en meina allir hafa þurft að sjá eftir einhverju. Prentverkið fór alveg í heilu lagi en það var sagt hann hérna Steinar Sigurjónsson hann vildi láta prenta á í blý sína bækur og það var út af áferðinni á blaðinu það er svolítið fallegt hann var staðins inn í pappirinn svona já, fallegt á meðan að í offsetinu þá bara leggst það svona ofan á já, finnur ekkert fyrir því þetta er náttúrulega sorgartími sem að þú hefur lifað elskur að handverki það er náttúrulega bara hverfur allt handverk er bara guð upp sko já og svo kemur það tilbaka og þá er það eiginlega kemur það sem eins og svona hæp já
sem eitthvað hæp leiðilegt, hæp ömulegasta fyrirbæri í mannlegri menningu, það hæpi, það eitthvað hæpað upp, word of mouth, skilurðu, hæpar upp. Stefán ljósmyndari sagði sko, word of mouth, það var það sem kom Jesú Krist á krossinn. Fyrsta skoðanakönnun, þá fólk beðið að velja á milli hans og Barabbasar og fólk valdi Barabbas. Þannig að maður þarf ekki leggja á mikla visku í skoðanakönnunir. En við veljum alltaf Barabbas. Er það ekki? Ég veit það ekki. Er það ekki örlög mannsins? Er ekki örlög okkar? Við veljum alltaf Barabbas. Já, stundum, maður geti sagt sem svo að það sem kemur okkur illa, það er svolítið hávaðasamt. Það er svolítið hávaðasamt. Það hrópar til okkar og svona, á meðan að það sem er okkur gott, það er oft bara eins og svona kling í fjarska, svona ómur af ykkur. Og það er svolítið erfiðar að elta það heldur en kjallandan. Þetta er innbyggt inn í akkurat eðli þessa valls. Já, þetta er algjörlega rétt. Þetta er svo stjórnmálamennir sko, sem eru hófsamir og rólegir að það er ekki hlusta á þá. Það er hlusta á þá sem að berja. Guð skapa okkur svona, þannig að við höfum náttúru til þess að velja rátt. Já, það er alveg hárrétt. Ekki fyrir þetta sé stundum að gefast upp. Herru Daniel, takk fyrir að koma að hinga á Laugardalsmorgni á afmælisdegi móðurinnar. Ég beð heilsinni. Ég skal skila því. Hún hlustar örugglega á þetta. Þetta er ekki bein útsending, er það? Er þetta bein útsending? Við sendum þetta út klukkan 9 á Laugardalsmorgni. Ok, ég læt hann að vita. Ég hitt hann á eftir. Herru, en takk fyrir að koma að hingað og leyfa okkur að kynna eftir. Takk fyrir sem þig. Það var nú bara svona eins og spjall við kaffistofunni í Smíðavestæðinu. Já. Takk fyrir það. Herðu, og ég þakka Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég fyrir sem hafið hlustað og breytt þessu sendur okkar í fjölmenn. Hérna framundan er úrval vikunar og svo á morgun verður sjónvarpsþátturinn Synir Egils, þannig ég hvet ykkur til þess að fylgjast með dagskránni hérna yfir helgina, en segi bara góða helgi og hafið það gott. Segðu það á Samstöðinni.